Tveir single boys en Ég meina flest jólalög eru teknir upp Hvað vil ég? Á sumri til, skilur ég bara að segja það er miklu skemmtilega að þetta kemur út á annarstæðistegi. Akkurat. Ég glæður að við hittust á hann í en smá ísrund. Já. Tók hann á Patterson og reið hann fast. Já, það var Valentine's Day deitið okkar. Þú með monsterinn eða ekki? Jú. Alltaf ready. Hvernig finnst þið Gucci-beltið mitt? Þú veist að kalla það fake? Já, þetta lítur út þess að fake Gucci-belti, Friðrik, ég verð að segja. Ég er með kvittun, sko. Viltu sjá kvittun hana? Já, eiginlega. Hvað borgaður mikið fyrir þetta? Ég má spyrja. Sko, alltaf mikið. 42.000 í Amsterdam. Borgaður 42.000? Yes. Fyrir fake Gucci-belti? Það er ekki fake. Ripped off. Það er ekki fucking fake. It's fake as shit, ok? Ég er nefnilega í Amsterdam. Já. Í fyrstu ferðin minni með Arnari þá keypti ég fake Louis Vuitton / Supreme belti. Já. Já. Ég man eftir þessari ferð, þú veist ekki það ég fór en ég man eftir öllu sögunum sem kom. Já, ég var rændur og eitthvað svona kæfta, you know, já, good times. Þú veist. En þetta er alveg, sko, ég meina, veist hérna, halda á því, þetta er alveg, believe me, it's real, sko. Oh shit, sjá þig. Það þarf að fucking sanna að þetta sé ekta stuff. Já, ok, þetta er nú, þú veist, þegar maður finnur efnið. Já, þetta er hella, þetta er quality. En to be honest, ég hati þetta belti, sko. Já, þú veist, mér fannst er Gucci ennþá, þú veist, cool? Var þetta ekki eitthvað bara þegar við vorum í menntaskóla allir með? Já, þú veist, eru menntaskóla krakkar í dag að gangast í, ég veit það ekki. Já, 100%. Shout out to Konna, hann er ekki 16 ára gauður sem hefur hringt á þetta podcast og hann er one of these goons, skilur við, you know, goons. Já. Hvernig eru goons, Vili? Viltu útskýra fyrir fólkinu? Hvernig klæða þessi? Ég get ekki útskýrt það fyrir þér því ég held að ég aldrei hitt alvöru svona goon áður, skilur við. En ég myndi ímynda mér að þau eru svona í rosalega þykkri 66 gráði norðurúlpu mitt sumar út af engu og þau eru í, þú veist, bara með lónaklippinguna og með ganga með gleru innandira og eitthvað svona dót, sko. Ég er ekki alveg með samt. Nei, þetta er sko Konni, hann kom inn og hann hringdi daginn, ég var í COVID-línu eða sprautinni, Pfizer nr. 2 og ég þurfti að vera aftan á þessu gónliði í 2,5 tíma úti. Já. Og það var rosalega áhugavert, það var eins og horfa á, þú veist, innan Discovery, Animal Planet eða eitthvað. Look at the wild goon og þeir voru að, þú veist, ég er að ríða henni svona, skilur og ég fucking BMF, skilur og bara eitthvað Þau tala bara alveg eins og þú þegar þú veist Hey, BMF, get the fuck En þeir eru í svona, þú veist, þeir eru svipa klæddir, you know, svörtu buxum, það þurfa alltaf að sakka, skilur, you gotta do that. Gucci eða Louis Vuitton belti, tight as hell, svo þú getur ekki hlupið fyrir löggunum, because you don't need to. Þú ert ekki að gera þetta líka. Þú ert ekki að gera þetta, það er annars. En þú ert með fake weed penna, no doubt, pappin á 2 bensa, lágmark. Já. Hvernig bíl á pappi þinn, Vili? Heyrðu, við pappi á Prius. Fucking meistari, man. Pappi Villa er algjör meistari. Ég harð mótmælti þegar hann sagði mér ég ætla að kaupa Prius, en síðan, veistu, þegar ég fekk að keyra hann, þá er þetta bara fínasti bíl, skilur. Þetta er bara plug-in hybrid, skilur. Hybrid er skemmtilega líka, skilur, svolítið svona kippið eða möga. Ég er ekki á hokkið, ég komst alla leið upp í HR frá Keflavík bara á rafmagninu. HR, á skólinn, wow. Það eru svona, þú veist, það eru alveg margir kilometrar á plug-in hybridinu, skilur, já, á rafmagninu. Þeir eru líka Yaris hybrid, eða ekki? Eitthvað svona. Jú, en það er ekki plug-in hybrid. Nei, það bara, þú veist, er það ekki bara pingu lítið hybrid, bara smá rafmagn. Jú, ég veit ekki hvernig þetta virkar. Þú veist, ég er í verkfræði en ég er ekki bílagaur, sko. Smá introduction á Villa, þú er aldrei komið inn á. Já, sko, ég vil bara segja, þú ert búin að fá Arnar svona 20 sinnum. Nei, 9 sinnum. Já, þú ert búin að fá frændaðinn hann Axel, 20 sinnum. Nathan, hann veit ekki neitt, sko. Hann veit ekkert þessi. Fyrirverandi kærustunum minni og síðan eftir að við hættum saman, þá bauðst henni aftur. Hún er að koma aftur, já. Þú bauðst systur minni en hún kom aldrei og núna í dag bauðstu mömmu minni. Þannig að þú er svona búin að bjóða allt fólki í kringum mig nema mig. Oh my god, þetta er nákvæmlega svo í ljósnótt þegar hún krakkar. Já, þetta er akkurat það dæmi again. Skilur hvað þetta fyndið maður, en Vili, þú gerir grína þessu þegar ég byrjaði, þannig að ég er ekkert að segja ég gerði ekkert grína þessu. Nei, þú fucking í mig. Þannig að ég bara, ok, ekkert mál.
Ég ætla að býja 100 þætti Það máttu koma Nei, sko, ég vil meina það að ég vildi frekar koma þegar þú varst svona orðið frekar established í staðan fyrir að, þú veist, að ég hef svo mikið að segja, skilur við rosalega, damn it, ég fucking anskotin maður fucking fart sounds, bro oh my god, sjá hvað þetta er professional þetta var vandræðilegt ekki ég eiginlega allt peysi á podcastin, núna þurfum við að stoppa núna þurfum við bara að fara heim og þetta er bara búið í dag nei, þú var skeina mig you ruined Valentine's Day, Friðrik, yet again þetta er hvað 8. Valentine's Day okkar oh my god hefur við ekki svona hist ofta Valentine's Day og fara út að labba eða eitthvað dumb shit jú, og leiðast og svona labba hérna hjá sjónum minna já, maður, ég meina þið sem er ekki með bílpróf og búið í Keflavík, you know it maður labba niður Hafnargöndar, skilur kaupið sér Monster veistu, ég verð að segja, ég er ekki nógu sáttur með krakka í dag og það mér finnst þess að ég sé aldrei einhverja krakkar út að Hafnargöndar þú ert í HR ég veit, en ég er semt fer í Æsland stundum, skilur við heldur að þau kalla þetta eins og Æsland heldur að þau kalla þetta Extra 24 oh my god, þið verður að svara því sko ég þarf að vita, því ég get ekki hægt að kalla þetta Æsland þetta hefur alltaf verið það þess að stóra búnin í Keflavík sem, þetta er bara miðpuntur í Keflavík núna þetta er hitapuntar af Reykjanesbæ ég er bara þarna í Æsland en við veist, ég aldrei sjá núna krakka bílabæðinni fyrir utan ungu og eitthvað svolítið nei, reyndar ekki okkar þing ég hef ekki séð neitt svolítið þegar við fengum bílprófið 16-17 þá vorum við alltaf hana ungu donuts eitthvað og fólk að lendi í slögum og þú veist brjóta gler og alls svona dót, skil, alls svona fun en ég sé ekki lengur en ég sé krakka labba hérna, það stoppar ekki held ég nei, jú, örgulega ég veit ekki er það ekki nóg með að fylgjast með krökkum? Nei, ég er ekkert að fylgjast með krökkum sko. Ég veit að þú ert hins vegar meira í því ég býð það maður, þú veist hvað maður að gera ég er bara, ertu þessi gamli kall núna sem er í baðslopnum skilur og helvitis krakkar alltaf með læti en út fyrir utan ég sit á my porch sem er bara, þú veist, gangstjettin ég sit hann í lillum písus ég tek hann að stóla út, sko dreig hann út á kvöldin sit hann bara, þú veist samt þessi gata sem við á er, þú veist, það er hálft elli heimili einhver fólk sem búin að líka en svo hérna er bara, vinstri með mig er bara crazy people, þú veist, gamalt crazy people, þú veist, það er ekki crazy en það var öskra á mig oft, randomly, make ekkert sense frá New York vibe veist, ég búi hérna í þessu íbúi kannski núna í 2 ár og þú veist, þegar maður fyrir út að labba á kvöldin þá kannski út að reykja og maður horfir á lengi skilur það þú veist, koma þessi hljóð og you know, really, come on, the crazy people svona Björkin er það ekki eitthvað svona einhvert fólk or something þeir eru helviti næst ég held að þetta sé ekki einhver fólk ég held að þetta sé meira svona þroskahjálp eða eitthvað nei, svona hvað að segja hooligans fólk með svona andlega vandamála stríða já byrju, nei, ég get ekki sagt þess að mástu gaurinn í grunnskólanum sem ætla að stinga eitthvað kennara með skæri hver var það? Ég ætla ekki að segja nafnið hans, hann var svolítið stór en hann fór allt í henni heilt á hann fór í Björkina ef ég maður rétt og það mamma vinnur með svona fólki núna og er að gera svipa, þú veist, þannig að þetta er örugglega bara fólk búið hana og er að fá eitthvað svona kennslur og ég veit að leikskóla krakkar koma en það geta oft ég ætti ekki að segja þetta, ég er ekki að fylgjast með þeim 24/7, ok? Þú veist að tala alveg rosalega mikið krakka, ég tekja þetta því bara í þessu síðustu 5 mínútum, ok? Shit Fari í handjárnin núna Fari í handjárnin? Right now, villi Þú vilt ekki bara setja á mig Það er erfitt maður Ekki fyrsta sinn En hérna Villi, sko Ég ætla að fara í 1 Þú komst í 8. bekk, right? Já, ég kom eftir árum út í 8. bekk Eftir áramót? Já, þannig að helmingin gegnum spekkin wow. Ég held alltaf að það varst ekki í 7. bekk Nei, við fluttum inn bara 24. DS já, bara rétt í jólin inn í húsið, þetta var rosalega jól sko. Þið fluttum inn að bara sama staðar núna, ekki? Já, við hefum alltaf átt heimaðana sko. Já, Vili er one of those kids, hann er ekki með vandamál því fóreldrar sér ekki mann skilja Ég er ekki með svona daddy issues Akkurat eins og 98% af fólkin sem kom á þetta podcast En hérna, já, þú kemur í 8. bekk og classic sound sem ég hef sagt ykkur oft en við erum á
á strákabólun okkar skilur og þá eru 2 nýja stelpur komnar sko það var þegar við erum byrjaðir í 9. var þá að því að, ég man treystu mér, ég man ennþá ég man allt að því ég alltaf að segja þess að sögu en það var sérstætt 9. bekkur byrjaður, ljósanótt að koma og ég átti ég kom eftir áramót í 8. bekk en ég var ekkert svona búin að finna mér einhvern svona vinahóp til þess að vera og þú veist þetta var þannig í Holtaskóla árið 2014 og svona bekkunar okkar þessi, þú veist, fínustu krakkar og bara mjög gaman að spjalla við í dag en þetta var svolítið klíkuskipt og þetta var alveg og þetta var eiginlega, þú veist, það voru eiginlega 3 hópar en þarna voru þið og ég ákvaði að setjast á borð krakkar sem í Holtaskóla right now Kirkjubóljósanótt hvað borðið okkur aftan á þú verður alveg inn í matsalinn horfður til vinstri þetta var eiginlega fyrir aftan halvveggin ég veit ekki hvað ég kallar það var svona veggi sem Sviss sem getur skiptið í helming þannig að ef þú situr hana þá ertu awesome þetta var borðið okkar en og ég ákvaði að setja þarna og þú veist, við vorum eitthvað að spjalla og svo koma 9 stelpunar í bekknum hvað Elín, Hanna bara þær tvær og það eru náttúrulega nýjar stelpur þannig að það hætti allir að tala við mig bara samtímis, skilur við og byrja að spjalla við þær og það sittast þarna og eftir svona korter þá spyr ykkur af ykkur, kannski þú, líklegast þú vil ég koma með ykkur að ljósanótt það verður geggja gaman, geggja cool við erum enna úti og gera eitthvað shit og getum keypt hellinga orkudrykki með eitthvað svoleiðis og síðan bara farið þá skiljið mig eftir stendur þið bara fyrir eitt smá detail með þetta hann Kasper, þetta var hilarious við keyptum öll saman bjór einhvern veginn, eitthvað léttbjór eða eitthvað og hann, þeir sem þekki bátinn sem er á Berginu í Keflavík sem er búin að vera hann í 20 ára eða eitthvað við settum bjórinn inn í það eitthvað svona lokan skáp næsta dag var hann farinn, skilur við this was retarded ég man rosalega eftir því ég fór mjög mikið að hlæja þegar þið sögum mér frá þessu af því ég var ekki þáttakandi þarna en þú veist, það er ennþá þannig í dag þegar er eitthvað stelpa eitthvað staðar þú veist, þá hætti Friðrik að tala við mig og fer að reyna við þessu stelpu það bara getur ekki hugsað einhver. Já, þú veit svo, náttúrulega Villi hefur alltaf verið 29 ára síðan hann mætti í 9. bekk, sko. Já, það er áhugavert að 29 ára sé svona gamalmenni fyrir þig. Ég er alltaf að breyta aldrinum, ég var ekki að segja 20 þegar varum mikið. Já, einmitt. En já maður, svo bara, ég veit ekki, við byrjum að hanga saman eitthvað ljósanótt eða eftir það eða eitthvað svona Já, sko, ég fekk að koma með ljósanótt árinu eftir, held ég En þá voru það eiginlega bara miklu færri Voru það ekki bara við tveir og kannski Arnar eða Reynir Ég held að þá líka var ég ekkert að pæla í þessu stelpum að því þessi Elín, hún breyti hjartum mitt Ég gaf henni fyrsta kostum minn Svo bara hætti hún að tala um mig Hún bara gessamlega ignora mig Og sko, for what, skilur við Hvað eru við oft núna, þú veist Við skulum ekki fara við getum farið stýrt En þú veist, við erum búin að fara fullt að deytum og eitthvað svona síðan, skilur við Já, hvað, 2014, 8 ára Hvað er það að meina, ertu að segja, af hverju myndi hún ever hætti að tala um? Nei, ég er bara að segja, skilur við, þetta er svona, fyndi hver Ég maður bara, þetta var svo heartbreaking Ég fucking gef henni kossin minn, skilur, fyrsta kossin Ég man Axel frændi minn stóð hinum minn á götun að bíða eftir mér, það var fucking pirraðir Axeldur hún eftir bara Nei, hann var með, ég og Axel alltaf fórum alltaf saman á ljósuna Það var bara þeng þegar krakkar Og eins og þú segir leið að stelpa í kringum hann var bara fuck you, þá var ég bara ekki að reyna á hana og hann var þá bara þriðja hálið allt kvöldi og enda með að hann labbaði með okkur skilur við allavega heim til hana og talandi aðra svona sögu hann heima hjá Tómek oh my god ég fæ ennþá svona ég til að segja hana sko ég til að segja hana maður holy shit segð þú hana okay. ég ætla bara að setja þetta er not a proud vinna moment alls ekki greiði kallinn skilur við en þetta Tómek er manneskja sem akkurat myndi lenda í þessu skilur við en, já, 100% og mál er ég hef alveg verið Tómek in this situation en ekki svona gróft sko en maður verður að stoppa at its core sko þannig að við þá ekki Reynir hann var að reyna að hitta Hönnu og hann já, wow, shit maður
Hanna, sem sagt, hún pólveri og hann átti vinkun sem var nýkomin til Íslands heitir Olivia held ég Ólafía eða eitthvað svoleiðis byrja að segja og talaði sko, það mikilvægt að mikilvægt point, hún talaði hvorki íslensku né ensku sem allt í lagi, skilur en það svolítið erfitt þegar Friðrik var alveg stanslaust að reyna þú veist, gera eitthvað með henni en ég hef alltaf áram hey, but it worked, ok, listen en hún talaði ekki ensku hún var bara mute, það var bara sem ég fannst ekki að fyndi að ég ok, ég þarf að fara í sleikvinna því það svo fyndið eitthvað að hún gæti ekki tala voru satt 5 sko þetta var þú veist hvað voru gamli 15 16 ára eitthvað svoleiðis þetta var eiginlega 9. 10. bekk sko þetta var eiginlega 10. bekkur ég held það já að því já ok ég veit nákvæmlega hvað þetta var eftir sumri í 10. bekk að því við erum bara að segja allavega Kasper og Hanna voru hætt saman og þannig að Reyni var að reyna með Hönnu you know þannig pretty damn sure þetta var í 10. bekk ok þannig að erum ekki 15 og allan að Reyni er eitthvað gutt í Sandgerði og ég bara hætt og þá kemur hún með og þannig að þá erum við bara að labba við kíkjum með ræktina what a weird day man við kíkjum með ræktina í Sandgerði þannig að ég, Tómek, Reynir og Hanna og Olivia og svo eitthvað við working out og þú veist Reynir svo fyndinn hann er ekki svona ennþá en hann var alltaf bara chest hans þarf að vera puff the fuck out sko já en Gaurin var alveg með hann var alveg he got jacked sko hann var jacked á tímabili sko en þú veist allir strákar gera þetta at some point bara ég var og hann var að ego lifta og ég var alltaf bara að hlæja því ég var í boxinu þú veist ef þú laði minni andliti nóg þá svona hættur að give a fuck það og svo komum við heim til Tómeks og löpum þar og og hann kveikir okkur mynd og Tómek með svona hann var með sofa sem var breytir rúm það er svolítið stórt svona sofarum right og við erum þannig og eitthvað reyna við Hönnu og smá sleik og eitthvað svo bara fer ég í Ólafíu og erum bara eitthvað blablabla og Tómek bara setjað í borðið sinni skil og bara horfa á þetta í tölunni með rúminn hans bara going crazy þetta áhuga versjón á sögunni af því þetta var miklu verra en það það er auðvitað dítar sem ég gleyma því það er önnur saga sem way worse sem gerist eftir á var þetta sem sagt ekki í fyrsta skipti nei, þetta var fyrsta skipti ég var með en fór síðan heim varst þú hana? já, ég var þarna okay, ég fór með ykkur en ég fór mikið snemma ég skildi ykkur eftir sko þannig að hvernig gerist þetta? og ég heyrði bara söguna frá annarkvort Tómek eða þér ég man ekki hvað gerist hérna? ég heyrði bara að þau voru svona back to back sveittir og í sleiktu gælunar og Tómek greiði bara eitthvað tölunni sinna að reyna að ignora ykkur eða það sem er í gangi skilur við en við vorum, að gera svo krakki að gera skilur ég og Reynir voru bara ass to ass og en svo fyndi eftir þetta þá var ég og Reynir ok, we gotta do this again þannig að seinna skipti þá förum við heim til mín á klappastíðin þriðju hæð skilur í fínt rúm undir súð og þetta er svona fyrir mig svona saga því við gerum þetta í rúmið mínu núna bara nákvæmlega eins ass to ass og ég kunni ekki að gera neitt meira ég er bara sleikur og ég veit ekki hvað ég að gera eftir það og ég bara við erum bara dry lipped hún er eiginlega að svitna á andliti mitt og eitthvað rókstæð þú hefur ekki sagt stakt orð sem þú skildir við nei, það þarf ekkert maður og fyndnast það var svona og þetta, þú veist þau stopp eitthvað og þetta var ógæslegt skilur ég var í sleik við Ólafi og svona Hanna kemur eitthvað hún har eitthvað potar í mig eða eitthvað hefur ekki og það segir hún eitthvað she wants you to stop svo fara þau og ég man ég og Reyni endum með svona ég og Reyni voru alltaf í nón svona grown callmenn á þess að við sátum í stegum minum og vorum bara shit þetta var crazy man ég bara ef það taka skot og ég hef aldrei drukkið þenn skilur og þannig að við sækjum vodka flösku smuruppi og við tökum eitthvað stakk skot og ég þurfti halda eitthvað að skítræður og ég lærði áður setna að þetta var landi það var landi sem eitthvað amma eitthvað sem mamma þekkir bruggar þannig að við drukkum landa, good stuff og svo svona held þetta bullshit relationship áfram eitthvað nokkru vikur við hittist eitthvað nokkuð sinnum og svo bara svona var Óli bara nei, skilur ég bara ég ætla ekki að reyna að hitta þig og náttúrulega hún er mute, ég get ekki fokkin tala á hana hann er bright þetta eru mjög viðeigandi sögur þetta er Valentine's Day special já, akkurat, þetta er frábæra sögur barnæskan og að vera þú veist
growing mikla up, græddu með adolescent. táningar skilur og Mhm, þú veist, já, og gerir svona shit skilur Hvað var svona, if we try to go back, hvað var svona fyrst eitthvað hérna, svona, ég er að hitta stelpu og svo fyrir sleika eitthvað svona, mannstu eftir því þú varst yngri? þegar ég var yngri, Já, mann ég eftir því svona fyrst svona, mannstu eftir fyrsta sleikinum, bara in general. já, Bring it on, bitch, come on. sko, ég nefni engin með en hann Er þetta hérna gólvarinn? nei, þetta er ekki gólfari Ok, ekki en gólvarinn. hann já, þetta var bara fínt sko, ég hitt hann á balli og við spjalluðum eitthvað og síðan hann spurði hann á date og við fórum á date og fórum á Olsen Já, og síðan fórum við hendi mín Þú komst í og gamall? hendi við sleik og 17 ára eitthvað Já, ok. og já, og síðan skuttlaði henni bara heim og heyrði ekkert frá henni meir Hvarf. og bara hvarf, en það er minnstamál Já, maður, all these Lakers Það the þú years. hey, stundum er það þannig að maður bara heyrir aldrei aftur í gælu og það er bara allt í lagi Sumulegis, skilur, öfugt, skilur. það eru aðrar en ég hef alltaf þig fyrir þig Sumulegis, Alltaf skilur. fyrir- Við getum alltaf heist á pottinu og farið þrísleik. Ég er nei, þetta- ég reyndar, þetta er ekki hittast á pottuna því ég hef aldrei, þetta er fyrsta skipti skilur Akkurat. Sem þú veist að vilji. Ég dreg hann stundum minna svoandi. Fókin dressa já, hann. þú fokk ekki að teku mig upp á meðan ég er svona bara í rúminu mínu Talandi um það maður. Ok, þegar ég var fyrst byrjar að trying to fuck, ég var Já. með eitthvað kæristu, þú, Reynir og Arnar kom eitthvað svona 3 ára upp til herbyggi mig að pípsjóa. já, sko, Fucking það var bastards. ekki það þetta var eftir ykkur partí sem var heima hjá þér Já, það sem mátti alls ekki halda sorry Anna, en hann það er alltaf. þetta var sem mátti alls ekki halda en það var eitthvað partí og hann ég hugsa að ég hafi glimt ykkur líklunum mínum með eitthvað og sagði fuck ég verða að ná ég það og ég man ekki hvort að Reynir eða Arnar var með mér Allir þrý, sko. að við allir því en við sko við fórum aftur inn að við vissum að þú læstir ekki fucking huruna eftir þig. Nei, þetta var ég pretty sure að við vorum uppi sem var ekki hurðana, ekki? þið voru þannig að ekki, ég man ekki hvað þú veist þannig að Það er upp þriðhæfi, ekki? já, það er sem sagt, þetta er svona blokk nei, ekki blokk íbúð, þetta er Faxaböðin. já, Mhm. þú veist, það sem Já, það var ekki hurðnefnilega, því þú veist, þú labba bara upp stegana. já, það var ekki neitt læst og við vorum úti og komum aftur inn sko. Ó, þannig, já, ég fatt að þannig að við fórum aftur inn og löpum stíðan og heyrðum eitthvað, það var eitthvað í gangi þannig að ákveðum að prófa að gera svona alls konar bull hljóð bara til þess að sjá hvort að þið myndi heyra og þá var bara, þú varst bara það var enginn að heyra neitt, þannig að við ákveðum að bara segja bara fuck it og löpum upp og já við sáum ekkert skilur en við fórum bara að fucking hlæja okkur og tók leiklan að labbaði út skilur út af þessu shiti, þú veist, this poor girl, sko, ég var svo þú veist, þetta var bara svo fyndið fyrir mig. já Hún var fucking, þú veist, hvað átti ég viss hvað átti ég að gera ég let okkur allan að vita skilur I need ég my labbaði upp keys, man. þú veist Ég var að frita big one, sko, alveg bara, finnur þetta? Þetta ekki búin að finna liðlega? Vá, ég elska sami húmorinn sem þú veist 14 ára, er ennþá Prumphjúmor er alltaf fyndin og hann mun alltaf vera fyndin. Sko, þetta er að koma frá Villa sem pappans er í tidy whities fucking walking around the house. Heldur hann sé ekki prumpandi? Hann er bara, jú, en hann er bara comfortable heima í þessi, skilur Hell yeah! Þetta er bara, þú veist hann er þú veist, já, hann er bara professional í vinnu, skilur, mætir og síðan þegar hann er heima, þá er hann bara heima hjá sér og I respect the fuck out of it, skilur, eða þú vilt sitja í leysbóð í sofafanum og horfa á einhverja bíómyndir í 4 tíma eða eitthvað, just in your tidy whities bara go for it, skilur. En þú getur líka, sko, því Willi er náttúrulega, þú veist, hann er hvar, ertu ekki verið Libanon, þú veist, originally? Já, ég fættist í Libanon, mamma er libansk. Ég var að heyra það fækt aftur á hann því ég var að tala við Rínu, því ég var að reyna að fá hann á podcasti. Rínaði mamma vilja Þetta er svona fakt sem þú átt ekkert að gleyma. ég vissi það alltaf en ok, og þú veist Willi er bara Libanon man, skilur, hann hefur verið 29 ára forever. Já. Og þannig að þú veist, þú getur líka, ég kem á til þín og þú þannig í tölunni, þú ert alltaf slouched over í tidy whities, yfir ekki. Já, þú veist ég meina skilur við, hvað annað ég gera ég er bara heima yfir, þú verður að vera comfortable, man, en sko, það var þú veist, það er eitt með það
stundum labbaður bara inn til mín án þess að tala um mig og án þess að segja neitt, án þess að banka þú bara labbaður inn, hæ Friðrik upp í herbyggið mitt, þú veist Já, náttúrulega eins og þið koma á hann þá ekki að dingla og þú bara dinglar, wow Já, það var rosalega skrítið, ég var ekki að búast við því Við byggum bara rétt hjá hvert öðrum bara hjá FS, þannig að í þessu svona crucial ár eitthvað í FS og 10. bekk og eitthvað svona, þannig að ég kom svo oft til þín og einhverja hringdi fyrst skilur og banka og eitthvað svona og svo bara byrja að rýna að vera bara you're walking og stundum bara kom ég bara inn þú veist, ég fór líka að gera þetta við þig en ég lét alltaf að vita að ég væri að koma Já ég lét örugglega vita og bara sást ekki eða eitthvað Mér finnst alltaf gaman að geta það gert að ég djók oft þetta, ég góð með mömmunar ég að meina bara svona, þú veist, vini skilur Já, góð með mömmunar Mér finnst gaman að vera að, þú veist, svo rýna mammas Arnar alltaf svona minna en svona að þú veist, mömmunar bara hlæja með mér skilur og mömmu Soldís að sjá það hana, hún frábær þeir eru alltaf, mannst þetta Soldísi sem voru ofta ángað með okkur fjölskylda hennar er bara mob family pappinar er Pablo Escobar-ish skilur við ekki hvað peningur kemur frá hann er alltaf með nýja bíl every week it's ridiculous það er líka fínt að vilja bara segja á öllu just En þú veist, að ég var eitthvað, nei, ég þekki þennan mann og hann er alls ekki eins og þú segir þú veist, ég þekki ekki gaurinn, ég er bara að fara að segja já, skilur við Sjá hvað viljið defensive Ég er ekki defensive, en þú veist, stundum kemur með eitthvað svona, bara fáránleg skot sem þú veist, rétta sér We've been doing this for years, maður, hérna, ég professional villi skotari Ég lýs sambandinu okkar sem, aftur, þetta er mjög viðandi með Valentine's Day special og mæta ég er í hérna rosalega Við erum hella, ég er með third nipple this out sko. Við erum dressaðar upp og ég er í hérna fann ógeðslustu skyrtuna mína að því ég er sensual lover en Hvað er þetta sensual lover? Er þetta eitthvað meme sem ég þekki? Já, þetta er meme Allavega Já, ég lýsi oft sambandinu okkar sem bara svona eitthvað svona eldgamalt par sem er orðið bara ástarlífið þeirra er dautt og þeir hætt að ríða og það er bara alveg constant fight og eitthvað svona og ætti raun og vera að skilja en það er eitthvað hana þú veist, gamle minningar hefðunar eru bara sterkar að við getum ekki brotið það og það er verið að halda í það skilur, það er svona sambandið okkar En gauð, þú veist, eins og með það mér finnst það svolítið svona crazy hvað það gerist alltaf sama, þegar fólk við sambund eins og þegar þú byrjar með Dani og ég maður, þú veist, Arnar með Rakel þá sé maður vinna sinna ekkert eins mikið it is what it is your bro's gone, sko he's gone og þú veist þannig að hvað gerst þetta podcast kannski 1. mars þá segið aldrei aftur nú er það kannski þú komið kærastu eða eitthvað þú komið krakka eða eitthvað nei, það er rosalega ólíklegt af því að gælan sem ég er að svona hitta núna er út í Bandaríkjunum akkurat núna þannig að það er Shout out to Jasmine, fucking awesome gæla Já, hún er alveg rosalega skemmtileg Hún er frá New York og þekkir ekki Nas sko Are you kidding me, Billy? Hún er frá upstate New York þannig að þetta er ekki eins cool að þetta hljóma Rochester, New York en þú veist, já Ég spurði hann alveg, veistu ekki Nas er hún alveg, já, hann að, þú veist Homer-rapperinn, ég alveg, not that one þú veist, hann er góð líka, but it's not the same It's not the same, hey Tippi Ég glemdi hvað það var, man Þetta er nýtt Tippi Shanda Harry Tippi Valentine's Day special, baby Þannig að, já maður ég er reyndar byrjað að hitta stelpur á Grindavík þessi þáttu verið komin út í náttúrulega þegar við erum búin að hittast a little longer skilju og so far great, hún er rosalega cool ég er alltaf að djóka hún er 90 ára gælla 90 ára kona og hvernig hún kynntust þig? Viltu ekki vita okkur hún er 90 ára? Viltu ekki vita okkur hún er 90 ára? Nei, ég hlusta aldrei að hey, come on, I mean en hvað segir þú, hvað var það? Hvernig kynntust þig og svona, heldur ekki að segja fólkinu? Jú, Tinder fyrir árið eða 2 síðan eða eitthvað en svo bara eitthvað download aftur Tinder og gera nýtt account, þannig hún fann við aftur já og svo sagði hún, ég var að tala við hann og hún sagði að hún átti fyrirtæki þannig ég ok, við verðum að hittast fá hún á potti ég bara veist að hún er 02 og þú veist, ég get margir eitthvað fyrirtæki og þetta er eitthvað svona ekki 19 ára, nei hún verður 20 á þessu ári eitthvað tíma það er svolítið fólkið henni þú sagði eitthvað, hvað heitir hún ég sagði nafna á það ég er ekki lög ég held ekki já, sleppum við það
En ég for now. Já, við sjáum bara til. Þetta verður skemmtilegt að við rewatchum og bara, oh fuck, hann actually name-droppaði hana bara. Það sem ég ekki, við erum hálftíma en það er ekki sens að ég sé að fara að horfa á þetta. Ég mun bara gefa hann út og who knows. Hún mun horfa á þetta. Við erum að stefni það að þetta verður lengsta podcastið hingað til. Ok, þá þurfum að vera í 2:40. 2:40? Hver var í 2:40? Þátturinn sem kemur út eftir þennan þátt sem sagt á 18. held ég, hann er 2:30. Oh my god. Og ég er að kúka mig núna sko, þannig að kannski þetta kortir að stoppa aðeins og maður kúka og... Já, það er alltaf, en þú veist, hver nennir að hlusta á því tala í 2,5 tíma, ég bara segja. Í þættin sem er að koma út hana, at the end, þá erum við eiginlega bara svona, ef ekki haldið sér gangandi til að ná metinu mínu. Nei, ég vil vera með þetta. Ok, we're gonna be here for a long time sko. Cat. Ég meina, þú veist, þetta er náttúrulega podcast verður vonandi komið í annað stúdíó í mars, það er svona plani og ég ætla bara að vera Joe Rogan á Íslandi. That's just hey, það er bara flott markmið nema, þú veist, Joe Rogan er búin að lenda í einhverju svaka Gjör I love it, hann er að Tim Dillon og alltaf djóka bara, þú veist, can I get this publicity? Hann engin mjög mikið publicity eftir Joe Rogan núna. Já, kannski ekki Joe Rogan akkurat á Íslandi, en bara Jú, ég elskar Joe Rogan maður. Ok. En þú veist, ég hlusta ekkert á mikið á hann lengur en hann var að gera þátt með Shane Gillis, Ari Shaffir og Mark Normand. Geðveikur þáttur. Og en bara ég elska podcasts bara, ég er bara að hlusta podcast síðan ég var 12 ára, Rocking Myself to Sleep með Bill Burr og öskra. Já, ég veit allt það, ég átti líka svona podcastskeið, en já, ekki þetta stoppa aldrei mér. Just kept going. En og mér finnst bara ómikið að svona, það er ekki svo ég sé ekki að þú veist að dissa öll önnur podcast skilur, en mér finnst rosalega mikið af svona ekki podcast, svona útvarpsþættir í svona dulargerfi við erum podcast. Þannig að við ætlum að passa okkur að segja þetta, við verðum ekki cancelaðir þó að þú veist það er ekki margir að hlusta á þetta skilur. Mér finnst bara, þú veist, hætta pet my cat eins og sér Dr. Evil. This is the first pussy I've touched in weeks. You just have to ask me, Billy, okay? I'll fucking well, get this ass, Billy. Ég meina, ég er bara þreyttur að þér skilur. En já, Billy, mér finnst long form svona spjall þættir eru what I like, þannig að það er svona sem ég ætla að halda áfram með og þessi svo fólk, eldri fólki sem ég fæ í viðtalina er alltaf að segja svona, þú veist, ég ætla ekki að kasta þetta niður klukkutíma, það er ekki, þetta á að vera eins real og getur, þú veist, þess að við erum að segja sögur hvort annað en sem þú hefur aldrei viljað setja þetta á neti fyrir einhverjum árum, svona fyrir einhverjum árum, nei, alls ekki, svona opinbert, en ég er náttúrulega aðeins klárari heldur en ég var þegar 18 ára eða eitthvað svolítið. Ég ætla að gáða hann ætla að segja klárar en ég sko, hann myndi gera það sko. Listen, ok við skulum ekki fara út í það en Grindavíkurstelpan. Ok, we go back Ég elska það við name-droppunum ekki en við fucking droppum bara hvar hann Já, býr einn á, nei en ég meina, hvað 3.000 manns í Grindavík eða eitthvað? Eitthvað Hey, við erum með tölur right here. Erum við að fara Ég ætla að tjekka lob off some stats af Grindavík og svo er ég með nokkra spurningar fyrir from some fans. Já, ok. Veistu, ég verð að segja Grindavík, not a fan. Átti heima þarna þegar ég var svona 2 ára í 2 ár. Eitthvað krakki greinlega beit mig í leikskóla. Beiti ykkur, wow. Já, og síðan var ég einhvern tímann bara algjörlega skilin eftir bara hana úti klukkan 4 því að pabbi kom ekki að sækja mig á réttum tíma, þannig að þar þú ert með svolítið sögur líka? Ok. Já. Greinlega hann með það í Ísus. Not a fan. Þetta bleima Grindavík fyrir að pabbi sáttið ekki? Nei, þú veist, pabbi var bara aðeins leikur í vinnunni. Já. Ok, apparently eru 3.300 manns í Grindavík. Já. Þetta er á Wikipedia, ég veit ekki hversu raunverulegt það er. Það er respectable, það er meir en Sandgerði og Garður combined, sko. That's pretty good. Já. Það þýðir að, þú veist, ég er búin að horfa svo mikið á World War II documentaries. Þetta er dagur í Auschwitz eða eitthvað, hálftími, bús, farið, sko. Hvað, varst ekki tilbúin? Hvernig, ég var ekki tilbúin fyrir þessa tengingu. Hvernig fór heiliðin bara, já, Auschwitz. Ég var að segja, ég er búin að horfa svo mikið á documentaries. Já, ég veit það, en samt skilur, þetta er ekki einhver tenging sem maður bara myndar. Kíktu aftan right now. Sér steinin sem er á hliðina, taktu steinin. Já. Taktu steinin.
Þetta steinn úr gasklefa nummer 2 Auschwitz, gasklefa 3 Birkenau í stanunum áhugavert, ég vildi ekki koma Hvað, þetta bara steittur, það er ekki ghosts á leiðinni Hey, you never know, ok Ég þetta trú ekki Ég þetta trú ekki á svona drauga en samt you never know, skilur ég Já, ég fór í þegar ég og Arnar fórum hann inn í gasklefa held ég 1 í Auschwitz 1 þar eru klórförin, þú veist, öllum bíómyndunum og það er ógeðslega óþægilega en skilja það er svona eini stafurinn sem ég held í heiminum sem alveg er ghosts með að vera hérna 100% Nú er þetta bara einhver túristastæður Já, akkurat við fórum hana vika ára Pólland var læst innan 2020 að loka, segi og þú veist, það voru 20.000 manns saman það var good time, sko Já Ég meina, if I get some questions for you, Willi Já Couple of questions Ok, þannig að Willi Já Willi, hvað tippastæðið þetta í millimetrum? Í millimetrum? Þeir eru sko buy me a drink first Her, Monster, hvað? Anna, ef hann vill virkilega koma að staði þá má bara, þú veist, banka inn til mín klukkan, þú veist, seint einhvern tímann og bara koma að staði sjálfur Vil ekki bara gefa hann símanúmerið núna og segja bara símanúmerið Ég held að þessi mannski verður hvað að segja Hann heitir Gabriel Surprised Gabriel, hann Bekkjafsið Nei, þetta er ekki kvítikau, sko Ég veit ekki Við erum með another one Alright Hvað er minningin sem þú mannst best eftir honum við erum báðar að svara sem sagt hvað er svona minning sem þú veist, ég tólk þetta bara sem ég ætla bara að velja ykkur svona sög sem ég þykja vænt sko Já á ég að byrja ég held að við sagt það nokkuð sem líka þegar vorum eða var næstu án 18 þegar ég var að hætta með Fanny, whatever gives a shit og þá nokkur vikum var að hætta með þá var hún alltaf bara hún var ekki bara depressed, skilur og var bara aldrei að hitta mig og eitthvað og ég var bara, ég var bara get nice bara að reyna að hjálpa henni eins og maður fokkin gerir þegar maður er nýbyrjað sambandi og svo ég var alltaf komin til þín spjalla, skilur og bara gerleiður og eitthvað og þú veist bara, þú veit ekki eins og hamingjusamur og það var ég bara það var þannig satt, God damn it að loka mötrunum, þetta var orðið bara svona samband á ekki að vera já, og samband á ekki að vera eitthvað svona þrek sem að þarf að komast í gegnum okkur einustu degi, skilur þetta komið það stið í fjölbrautaskóla just on ég var nýbyrjar í fjölbrautaskóla þannig ég sé litlu frendi mér að doing the same mistakes núna it's beautiful já, það er svo ekki heima sér, ég er líka love doctor út af skýrstunum minni Really the love machine Hvað var nickname mitt í svona porn game? Nei, í porn Hvað var bara nickname mitt? Ég var alltaf ég veit ekki sko, Willy Monster Cock? Já, hvað fyndi sko, krakkanir í bekknum ég er með viðnefni sérst í skólanum Í svona HR? Í HR okay. og það verður örugglega pornstar-nafnið mitt ef ég ætlaði eitthvað tímann að fara sá leið, en krakkanir kallar mig Sir William Longcock ég er ekki að grínast ég fekk þetta viðnefni út af bara einu manni sem kallast Eyþór, flottur já, hann er ok, einu snögg, getur sagt þetta einu snögg hvað er nafnið þitt? Sir William Longcock Sir William Longcock já ok, þannig að þá veitir það þannig að í millimetrum definitely yfir 10 já, einmitt definitely yfir 10 nei, ég meina en hann já, var það uppáhaldsminningi? Nei, það er bara svona góð minning sem stendur út, skilur og alltaf svo er einn fyndin minning sem ég ennþá skil ekki, sko, ég ætla að kála þetta núna við förum á Orange, mannstu þetta honum, þegar var góður já. Orange Street Food heitir hann núna ég er alltaf ég var mjög leiðist þegar nýju einundurinn tók við ég var bara, þetta er sint og same nei, þetta var weirdly bara besti hamburgerinn í Keflavík já, þetta var bara besti staður til þess að borða því þetta var rugg, ég fór hann ógeðslega oft maður en við förum hann inn og við borðum á staðnum og það var eitthvað gert sætt stelpa í ákvæmstunni og við klárum að borða og hvernig var þetta, ég bara ekki að tek diskið minn, skilur, og sitja að borða og bara takk fyrir mig og þú ert svo autistic að þú ert bara, okkur gerur þetta
Ég man eftir þessu og við vorum í hálftíma. Nei, ég sagði þetta örugglega ekki svona Þetta var örugglega ekki bara, þú veist, þetta var örugglega miklu yktar heldur en þetta var bara, það er eitt að segja takt fyrir mig þegar þú ert að labba út, það er annað, þú veist, að allt fólkið er hérna í bakinu og hei, ég vil bara segja takk fyrir mig Við vorum einir á staðnum, þess vegna var ég bara hei, takk fyrir mig, þetta gekkja, bye en við vorum, þú veist þú varst kannski aggravated úr ykkur öðru, skilur það er, þú veist, þetta er 50 million years ago, gives a shit en ég man bara, mér leiðin svo, þú veist, hann er retarded, ég veit ekki af hverju vill hann ekki verið kurteis af hverju, mér leið bara in the moment þetta var örugglega miklu ókurteisara heldur en, þú veist, og það hún brosti og ég spjallaði við hann og sko, ég er mjög kurteis á svona veitingastöðum, ég fer með diskum minn stundum til þeirra og ég segi, já, takk fyrir matinn og whatever og labba út, skilur við Nei, ég man nefnilega því ég gerði þetta og þá var stólið, nei, it's your job hún tekur það ég held að þú varst örugglega pirrar út af ykkur þú varst ekki svona eins og þetta spjalla núna þú varst bara það var örugglega miklu verra þú varst bara pissed út af ykkur en ég var hálftíma leiðin svo bara fór við, skilur ég var bara ekki enn að vera með þér og ég var í mörg, ég satt Ardan þetta svo oft ég bara ekki skildi ekki bara, er hann better than them og ég meina þú er aldrei unnið eitthvað svona restaurant eitthvað, skilur þannig að ekki veitingastað nei, þannig að you don't know þú veist, þú hefur aldrei struggled, Vili ég myndi, sko, þú vannst á Dominos þannig að þú varst varla þetta er erfiðasti restaurantstaðarinn í Keflavík, sko já, en þú varst ekki waiter, skilur nei, reyndar ekki, ég er ekki svona að labba og eins og sushi social og svoleiðis það er eiginlega miklu erfiðari að svona run around í svoleiðis en vinnu álag á svona á stöðum á Íslandi Dominos nr. 1, sko það er mest að gera hana, sko believe you me, maður það getur vel verið, skilur, ég veit ekki og allir sem vinna Dominos ég er ennþá með þetta back of my mind ég er svona glari, ég er alltaf aftur að því everybody comes back og meðan því að ég var að hætta þá, þú veist, fólki í símárunum sem ég þekkti og bara, já, þú hringir eftir nokkrum mánuð og komið tilbaka, ég bara, no, I will never be back ég ætla ekki að gera það vel don't look at me like that ég er ekki að vera að gera pizza fyrir engin fría pizza sko, það er að versta við að þú hættir að Dominos ég hættir að fá fría pizzur dude, I took it for granted, sko, ég var á síðustu mánuðinum þá var ég bara að fá mér svona, ég tók alltaf lítið deg og gera svona mistara, svona þunna pizzu eiginlega bara hvernig degi þegar ég var að vinna það er eitthvað 5 pizza á viku eða eitthvað constantly I took it for granted, Vili ég var svo til í svoleiðis fríkt aftur já maður þannig að hvað erst þú með eitthvað svona sögu sem mannst eftir sko þegar ég beilaði fyrir inna pólspósi fyrir vita það þú veist, ég held að uppáhalds svona minningar og ég var að hugsa þetta svolítið aðan en þú veist, uppáhalds minningar sem ég hef átt með þér var eitthvað bara svona þegar við vorum ekki að gera neitt þannig þegar ég kom til þín eftir skóla upp á fagsbreytinni og þú varst í við vorum í litlu herbygginu og við pöntum pítsu og við vorum að spila Rocket League og Rick and Morty og síðan fóruði niður í bæ og gerðum eitthvað, skilur eini sem ég spilaði Rocket League með bara yfir á öllis ár really, sko. Þetta er svona uppláðsminningar síðan var það náttúrulega þegar við fórum á Hraunlaug Hraunlaug? Já, byrju þú var að remind me og Eyþóri? Nei, Eyður heitir hann það? Já, við fórum með já, en ég man að sko ég er með marga svona mamma er svolítið svona getur verið svolítið tense og ég sagði henni að ég var að fara og það var allt vitlaust heima með mér og ég sagði, fyrir gott bara sagt mig og síðan sko, eitthvað hluta vegna þú komst inn og mamma fucking reynaði yfir mig? Já, okay. Og bara allur bara sagði allt bara slæmt sem hún gæti bara all orðið sko og ég hljóp út á meðan hún var að gera þetta og ég bara, gaur, við þurfum bara að fara sko ég mann smá eftir þessu en ég með mikið að svona cringe sögum í Hraunlaug og þannig að þeir öll held í svona molded together þegar við förum hana, hver er með okkur? Við vorum sko 17 og 18 og eitthvað stóðis já, en þú veist, erum við ekki nokkru bílum og eitthvað Nei, við vorum ekki bara einu bíl Það voru bara við Eyður definitely kom ekki með okkur sko, Jú, Eyður var hana
Ekki með okkar bíl sann, sko Nei, ok, þá kannski voru við á tveim bílum Var þetta ekki þegar einhver stelpa kom með okkur? Jú Já, this bitch Ég man ekki hvað hann heitir En ég man Ekki heldur Hljóma kannski svo Rebecca eða eitthvað Ekki spyrja mig Hvað er búin að Rebecca? Ég hitt hana bara eitt kvöld og sá hana síðan aldrei aftur Hvað? Ég veit að það er eitthvað svona cringe weird shit sem gerist hana Það er eitthvað en inni, sko Ég man, og ég var perra út í þig því þú ég ætlaði að hafa hana frammi eða eitthvað, ég hitt fór nokkuð date með henni og hún var fucking leiðileg mig Hún var fucking leiðileg mig, sko hún var alltaf bara svona stæla já, bara allt sem ég gerði var bara eitthvað ömulegt ekki á svona skemmtilegan hátt eins og þegar ég að sko setja þið, þú veist Við læra að segja in my place the fuck out of here þetta ekki svo bíl en þú skilur svona hvað ég við þetta var svona mann eftir hún var svona hreinlega leiðileg en ekki það er hægt að gera þetta á svona internet og skemmtilega já, ég hætti bara með henni gegnum text eða eitthvað skilur a little later þetta var alltaf kærasta sko en hún var bara svona, ég tók ekki eftir hún var bara leiðileg við mig bara svona, bara endalega svona hvað með svona neg svona leiðileg comments og eitthvað Já, ég held að ég var pirrar út í að ég ætla að ég held að hún var hjá mér og ég fer út og ætla að kissa hana bæ og þú kemur með út ég man ekki eftir þessu Nei, ég veit ekki af hverju þú komst með út en ég man að það var bara svo óþægt við bara knúsum í stöðlega og svo fór hún og ég bara fucking ég held að það var bara silent allalega heim sko ég var svo embarrassed fyrir hvað hún var að fucking segja með okkur sér og síðan, ég man eftir því samt að þú varst alveg orðin rosalega pirraður yfir mig því ég var að setja svolítið svona chill lög en þú veist ekki bara vil ég gera fucking sopna ég þarf að fucking skemmta oh my god það villi kveiki líka jazz lögum á rúndinu með eitthvað go die sko það þarf ekki alltaf að vera blastandi einhverja svona Herri, ég var að hlusta á Tears in Heaven á leiðin heiminn á hann sko maður fíla cozy lög en jazz instrument neða, bara ekki ég sko ég verða að gera eitthvað svona takt alltaf sko, ég verða eitthvað alltaf að vera move my fingers, eitthvað air guitar eða eitthvað við erum ekki með svona svipaðan stíl þú veist, tónlistasmekkurinn okkar það er eitthvað sviðana sem að matchar akkurat intervals by the way of course það var sko intervals það er instrumental rock þessi þannig plata Shape of Color man þetta var platan okkar það spila ofta á nóttunum good times en það er eitthvað svið sem að matchar akkurat og síðan bara ferða ég auðsitt hvort en ég sérstaklega svona 2018-19 eitthvað þá fór ég bara að gjössamlega hip-hop og núna bara þú veist ég horf á myndbönd á YouTube af the producers og útskilluðu sín og eitthvað bara fucking elska allt hip-hop og sérstaklega New York ég geekaði út fyrir framan hana Jasmín hann að gælna svona með og bara vissi ekki þess þú vissir meira New York borgina heldur en hún ég var að posta eitthvað á Snapchat á hann en eitthvað svona Italian got a review pizza bara hey you gooba gabba goo ef ég gæti bara verið New Yorker for Queens þá myndi ég bara vilja gera það sko þó ég væri bara eitthvað lögga eða eitthvað feit lögga eða eitthvað Mér langar bara að vera frá New York sko that's my dream really Akkur flyttar ekki bara hana það var cool en ég veit svo mikið New York að mér langar ekki að búa hana mér bara insanely dýrt það er bara svona fantasy bara the culture, ég fíla the culture en mér langar alls ekki búa í New York ekki núna líka eftir COVID ég meina að þú getur búið upstate en það er ekki þessu borgin sko ef ég myndi gera myndi ég fara í Long Island eða New Jersey definitely New Jersey, Joey Diaz fucking Sopranos hefur séð Sopranos þættina? Ég hef ekki séð Sopranos oh my god, hvað HBO þætti árið séð? Game of Thrones hefur séð The Wire? Nei hvað annað er HBO með? Við erum með bara séð núna en ég sko, þegar þú spyrir mig hvað er uppáhalds nefndu 10 uppáhalds þættina bara bíómyndir af þættir þá bara my mind goes blank ég get ekki lista upp hluti bara svona Ertu ekki með eina svona mynd sem er bara þú elskar að kveikja og horfa aftur eða eitthvað horfa aftur, þú veist ég á uppáhaldsmynd en það er engin svona mynd sem ég horfi bara starfsist á Ertu big Star Wars gaur eða svona Lord of the Rings eða eitthvað svona ég er þú veist
ég elska Lord of the Rings og Star Wars en meira Lord of the Rings af því að pappi sýndi mér Lord of the Rings fyrst þegar ég var svona 3-4 ára skilur og ég er búin að vera að horfa á það árlega síðan en ég er ekki og er það sem þú horfir árlega? Já, ég er bara alveg árlega bara Lord of the Rings en ég myndi aldrei kalla mig svona megafan eða veit allt lórið eða eitthvað svoleiðis af því ég hef aldrei lesið bækurnar og þú veist það er bara svo mikið af lore shitið skilur við að það eru fullt af fólki sem veit miklu meira ég bara fíla að horfa við fucking myndir skilur við Já en þú veist eins og ég bara allt documentary shit bara allt á Netflix sem kemur svona fyrir mig bara documentaries bara ég allt sér World War II ég meina all of it, allt Auschwitz ég man ennþá eftir ég var 8 ára eða eitthvað að sitja í leysivunum pappa að horfa á Auschwitz documentary 8-9 ára eða eitthvað Já, þú hefur alltaf haft áhuga á World War II staffi sko ég skil ekki okkur svona, ég leiði mér ekki að vera cool með það ég veit ekki að því Gabriel manstu hann var bara zoom laser vision bara viss allt kannski World War I meira ég held það sko manstu eftir honum í tímu hann var að lesa Wikipedia af einhverjum commander eða eitthvað eftir þessu sko 3rd Battalion, búbidi babidi mjög mikill áhuga maður á World War alltaf World War 3 er alveg leiðinni eins og við veitum á Úkraínu ekki spyr mig hvað er ekki þar ég spara sem kemur á TikTok sko ég er ekkert að fylgjast með þessu ég veit ekki af hverju en þú veist þegar ég var 18-19 ára þá er ég rosalega mikið í pólitík og núna er ég svona fjarað út eftir svona, kannski 2020 og svona, háskóli já, akkurat tónlistaskóli það er ekki tíma fyrir þetta allt það er svona, les fréttina skilur við svona, ég veit hvað er í gangi en ég veit ekki alveg hvað er í gangi ég elska bara að sjá TikTok svona clips úr þessu minna hearings eða eitthvað sem er í gangi þeir eru svona semja og eitthvað og þeir enduða með daginn eitthvað Amerika hann sagði bara alright Russia, let's just chill drink some vodka, watch the Winter Olympics you know, go for a like og svo bara enda á hann mér finnst það mjög cute sko en það er nokkur TikTok account sem ég fíla sem er eitthvað svona 1 minute news, get fljótt og þeir segja bara nákvæmlega hvað er í gangi og þannig að þetta er rosalega creepy, skilja Amerika og Evrópa og svona er alveg með þessu svo er bara Kína og Rússland á móti öllu sem er að koma, skilur við og þannig að, svona fjárhagstríða móti konunum, Kína og annað Bandaríkin hefur eitthvað heyrt ég ætla að góða Joe Rogan typina en hefur heyrt svona þetta er alveg staður í Rússlandi ég man ekki alveg hvað það heitir en þeir búa til fake accounts í Bandaríkunum, Facebook TikTok, Instagram og svona og búa til bara memes og svona shit til að reyna að disrupta fólki til að láta ekki treysta government og svona og núna er þess að síður hann var að sína þetta bara í nýja þættinu Joe Rogan hann var að sína top síðan var frá þessu fyrirtæki í Rússlandi top Black Lives Matter síðan eitt af þeim eitt eða 2 var frá þessu þannig að þetta er bara disinformation svona, frá Rússlandi og svona og þetta er svona staður í Rússlandi sem fólk vinnur og það eru myndir á þessu og shit það er ekki a little creepy það er a little creepy ég hef heyrt þetta sérstaklega þegar 2016 þegar Hillary og allt það er sem þeir byrjuði að tala þá var það samt sko það var samt á móti demókrutum á tímabili þeir gerðu bæði, that's the thing þannig að þeir gerðu þetta þegar Hillary og Trump var að reyna að vinna hana það var bara, þeir gerðu svona accounts með Trump eða myndi vinna og á móti, með Hillary á móti bara hvað sem skiptir ekki máli og þegar ég veit að Joe Rogan tala um þetta þeir heldu Black Lives Matter rally á móti á sama degi og sama tíma á móti eitthvað Antifa rally og þannig að það var bara brawl og allt brjálað og kjaftaði skilur og þú fylgjast ekkert með lengur bara það er ég svona Antifa í Ameríku, þetta er anti-fascist sem er náttúrulega sagður að það var Black Lives Matter rally á móti Antifa rally og það meikar Nei, I know en þeir settu á móti á sama tíma og svo byrjaði að gera posts að segja fuck the Black Lives Matter people og það var enginn að gera þetta Antifa? Já, Antifa nefnilega í Ameríku er náttúrulega anti-fascistum en bara þetta meikar enga sens exactly, listen en þeir eru bara orðinir svona hefur heyrt Proud Boys þetta er allt þetta sér það er
sem að heyri frá Ameríku og svona að þetta ekki eins og lengur antifa, þetta ekki lengur á eitthvað multi-fascism. Þetta þeir að tala baby rapers, þeir að segja Hillary raping babies. Þú veist að Antifa og Proud Boys ekki saman hluturinn. Nei, ég veit, en ég mixin shit og veist, ég ætti að hafa þú veist gögnuður frá mig, but I don't. Þetta bara sem ég var að heyra á þessu podcast í gær. Ég heldur svona bunch of svona rallies á móti ykkur stöðru, svona Muslim dót. Það eru örgulega Antifa mútið Proud Boys og því get ég trú en ekki Antifa ég hlind Black Lives Matter. Ok, það make sense. En þú veist, það er gott að ég hef one political guy með mér til að laga þetta sko. Já, bara, sorry, heilin bara fór í error mode bara þegar þú sagði þetta, ég hef ekki að prósessa hvað varst að segja. En ég þarf að það er svo insane hvað svona hefur séð Alex Jones ranta, Celtic Frogs og gay. Já, ég veit. Við klikka hvernig fólk getur hafi allt svona ég ekki að segja hann always right en hafa svona all the stats í hausinum eitthvað. Ég næ ekki að halda allt svona eitthvað. Ég myndi segja að Alex Jones 95% af tímanum að segja bara eitthvað svona algjört bullshit og síðan hittar hann á eitthvað sem rétt en sem sko, hann analysar situation sem rétt en bara, þú veist úrvinnslan á því bara hræðileg. Það er eftir að fylgja honum sko. Ég elska hann þegar kemur að Joe Rogan podcast, þetta er funny as hell og hann er rosalega fyndin en hann að segja bara hræðilegt shit stundum, so funny sko. So good. Þú veist að hann var kærður og það var búið að kæra hann fyrir að það sem hann sagði Sandy Hook. Já. Ég veit ekki hvað hann sagði. Hann sagði þetta bara gerðist ekki. Já. Sandy Hook var það ekki school shooting, ekki bara fucking checka það. Jú. Ekki. I'm gonna pull up another question fyrir hérna. Við ætlum ekki að fara að skoða shootings. Nei, úps. Ég að pulla upp hérna villi TikTok sem við tókum að. Hvernig fannst þér að leika í þessu? Hvernig fannst mér að leika í þessu? Bara fínt, en ég var ekki að leika. Nei, raw facts. Sannleikan. Ég reyndi að láta leika og ég er betri en það. Ég sagði ekki að ég er betri en það. Ég sagði ég bara gera það ekki. Ég bara kann það ekki. Ég hef aldrei leikið áður og það myndi aldrei ná mér, skilur við. Ok, Jökull er að spyrja, er þetta Mr. Beast? Ég hef fengið þetta áður og ég veit ekki af hverju. Ég veit ekki af hverju að fólk segir að ég líti út eins og Mr. Beast. Ég sé það ekki, ég bara sé það ekki. Ef þú veist, já. Kinda, að ég er að horfa núna, þú veist, I mean a little bit. Nei. A little bit, ok? Ég veit ekki að mér segja, sko, þú veist. Dagný heyrði þetta einhvern tímann. Dagný heyrði þetta einhvern tímann og hann var bara oh my god, já, þú bara alveg eins og ég bara, nei, ég sé það ekki. Ég bara sé það ekki. Ertu bara að sjá nýja dóttir sem hann að gera? Hann, þú veist, ég elska að sjá TikTok nýja drasta sem hann að byrja. Hann byrjaði Feastables. Já. Og það er sem sagt eitthvað svona bara súklaði og hann er að gera Willy Wonka dóttir. Hann er real life Willy Wonka og hann er að setja svona golden tickets og þú setur kóan í vefsíðan hans og þú getur unnið eitthvað 100 grand, bíl, Teslur, síma og alls svona bullshit og ferð til Disneyland og eitthvað og þú farið að vera í Mr. Beast vinnbandi og bunch of shit og þú veist, hann er bara Willy Wonka. How awesome is that? Já. Vilja, erst þú að gera eitthvað svoleiðis? Erst þú að hjálpa heiminum? Ég er ekki Willy Wonka, nei og ég er ekki að hjálpa heiminum akkurat núna. Þú ert doing nothing, þannig að þú ert helping nobody. Ég bara helping myself through school og svona. Ok, ég fekk hérna segð okkur eitthvað weird fact mig. Eitthvað weird fact. Weird fact? Já, fyrir auðvitað það ég er hálf íbarskur. En er það weird? Ég átti heima á Kirkjubæjarklaustri. Það er weird fact. 300 manna bæir. Ég ólst þar upp bara 8 ár bara á Kirkjubæjarklaustri. 300 manns? 300 manna bæir. That's it. Jesus. Það er hann rétt á Egilsstöðum ekki? Nei. Ég segi þetta alltaf en ég fór á Egilsstaði í fyrra. It's over there, skilur, Kirkjubæjarklaustri, það ekki? Nei. Right over there? Nei, það er ekki. You are right over there. Nei. Not even close. En það er ef þú keyrir í áttina á Egilsstöðum, þú endar, þú veist, Kirkjubæjarklaustur er mitt á milli, skilur, en það er ekki nálægt. Hvað er að nálægt? Akureyri eru hvað? Þú veist, er það ekki nálægt neinu, eða?
er það bara hann að the outskirts bara Friðrik, Koma, Akureyri? Já, Akureyri, þú fer að Akureyri, svo fyrir Egilsstaði og þú sagðir þetta að vera Nei, suðurleiðina Á, var það niðri hana? Já, við sko Víki Mýrdalir Ég veit hvað er, en ég veit ekki hvað það er Við sko hver að gera þér Já, ég veit hvað hver að gera Sko, ég man ekki hvort að ég held að næsti bær við er þú veist, ef við höldum áfram í þá átt frá Reykjavík næsti bær við er annarkvort ég held að sé bara Víki Mýrdal annarkvort það er hella og síðan kemur Kirkjubæjarklaustur Það er Ok, það er lengst, það er sunnan bara nema hann að hægra megin Já, og síðan kemur höfni í Hortnafirði eftir það Ég er að fara að taka hringin í sumar Ég hlakka til að læra hvað allt er skilur Stoppaðu við á Kirkjubæjarklaustri Þetta er ein gata bókstaflega og síðan er það er ein aðalgata og síðan er bara svona út Ég man, við vorum eitthvað að spája farana frá saman og ég gett mikið Google Maps að skoða þetta og þetta er bara ein gata Sko, já, en þetta er rosalega fallegur staður Já, ég náttúrulega ekki fjall í kring og svona Já, og það var alveg fínt að alast hann upp Hvað varstu lengi hana? 8 ár, frá því ég var svona 2 ára upp eða 3 ára upp í svona 10 ára, 11 ára Sæl maður Eru mikið svona priests, touchy babies eða eitthvað svolítið Ekki þar, nei, ekki svo ég heyrt Ég held að einhver Er mikið svolítið síðan, hefur ekki heyrt prestur er á Íslandi Já Ég hef ekki heyrt það en Nei, ég svona geri ráð fyrir að það hefur einhver tíma komið upp Já, það verið mikil vonbreið Ég fór í hana fermingadóti skilur og það var svona creepy priests en þú veist, það var ekkert snert mig Það varst vonsvikinn Já, fuck, ég vonsvikinn Það gerist ekki neitt Ég fermdist ekkert við ykkur þannig að það Nei, þú fermdist ekkert bara á þessum tíma Jú, ég fermdist í Breiðholtskirkju þannig með tjald lítur út svona tjald eða eitthvað svona Réttu Álfabakka þannig, ekki? Ég man ekki Don't þú veist, já Elda, já Ég veit ekkert hvar Mjóttin? Ég veit ekkert hvar neitt er í Reykjavík Ég mjóttinni En já, það var út af því að presturinn var svona fjölskylduvinur og hún var prestur á Kirkjubæjarklaustri Ég held að það var að segja mig og hún snerti krakka Nei Nei maður Þannig að þú ert allavega fermdu þannig að þú fer ekki myndi helviti eða eitthvað svona Já, einmitt Hvernig ertu svona hvað langar að gerast út þér? Ertu með eitthvað svona hugmynd svona Hvað langar mér að gera þegar þið döður? Nei, hvað langar þér að svona gerist? Ertu með eitthvað svona veist að ég náttúrulega, við veitum að ekki skilur Ertu að spyrja mér svona, þú veist what would you like the afterlife to be? Þannig Já, þannig Sko Ég verð að segja eins og ég er svona ég myndi helst vilja að koma aftur í svona einhverjum öðrum líkama og svona, þú veist, svona reincarnation vera stelpa skilur eða eitthvað, you know þú getur gert það núna, Vili we have the surgeries já, en þú en samt skilur þú veist hann er svo interrogating hann mér líður vel í mínum líkma núna og að hafa tippi og allt það og það er ekki daði nei, alveg, það er bara þú veist, þú gerir það sem það gerir það er alltaf að segja, þú veist, það er ekki daði skilur það er bara ekki daði en það er bara ekki fyrir begi akkurat núna má ég segja hvernig aðgerðin er og vilt fá tippi með svona píku ég er búin að læra þetta sko frá Sævari sjátt á Sævar viltu tippin eru ekki orðið nógu svona góð á Íslandi aðgerðin we're not there yet þannig að veistu hvað pissugati væri nei það væri svona undir boltanum bara eins og píka skilur það er áhugavert og þannig að það væri ekki svona það væri ekki nógu svona gott og usable tippi eins og getur fækir í Ameríku eitthvað svona shit og þannig sagði hann að segja mér þetta og ég var ekki svona kortar en svona fatta hvernig virkar þetta svona amerísk tippi meira svona advanced model heldur en advanced model skilur íslensk tippi pump action já, einmitt áhugavert þannig að já, hvað þú vilt fá tippi og einna afterlife hvað langar þér að gerast bara þess að segja reincarnation hvaða formiði það veit ég en það er bara mér skaman að hefur þú ekki að lesa svona hefur ekki að lært svona önnur trúabröð maður læra náttúrulega kristintrú hér og svona ég hef ekkert svona lært þannig séð en maður svona ég veit eitthvað svona aðeins já, við lærðum svona yfirborðstótt skilur í grunnskóla já. það, ég fór ekki að hata það
Mér varst það cool að læra minna í Indlandi, skilur þeir eru með gerlan með 8 hendur og fýllinn og all those cool dudes og goðafræði ég hata Yggdrasil og just Ég elska goðafræði, mér finnst það svo áhugavert. Þetta svo cool. Þetta svo silly þetta Þetta mjög silly. Þegar ég var í tímunum og náða að leiða mig bara fuck it, þetta bara fyndi, þá alveg interesting sko. En þetta svo mikið bara búbli kjaftaði. Það eru alveg fucking finna sögur í goðafræði eins og þegar Þórarna var að dressa sig upp eins og Freyja og láta gifta sig að þau vildu fá hamarinn sinn aftur. Ég ætla að segja þegar Loki reið hest. Já, líka það gerðist. En sko, Loki reið ekkert hest. Loki sem hestur reið hest, sem hvermans hestur reið hest. Já. Which is way cooler. en er það hægt að segja að þetta hafi í raun og veru verið bestiality af því að hann var tæknilega sér hestur. Exactly. Ég held ekki sko, ég held að það sé absolutely fine. Ef þetta myndi gerast í dag, totally fine. Þegar þú allt í einu væri bara, ég fyrir ekki með ofurkrafta, en eina sem ég get gerst er að breyta sér hest og þú myndir bara byrja að ríða hestum. Já, það er bara sem vilja gera sko. Já, ég er ekki alveg með það, en þú veist Þetta er áhugavert svona þáttaexperiment. Hvað væri að gera ef þetta væri ofurkraftur? Þú getur bara verið hestur. Það getur bara verið hestur. Þú getur breytið í hest og úr hest. Það getur bara, þú veist, travel mode, skilur við. Travel mode! Þetta er bara, þú veist, er miklu, veistu bara, hesta geta hlaupið, skilur við. Ég er bara... En ég meina, geta hlaupið það langt á þess að þurfa að borða og eitthvað kjöta. Nei, það er gras alls það er, skilur við. Já, þetta fyndi hvað hestar eru dýrir og þurfa mikið care, skilur Íslandi. Þetta er bara... já. Þetta er bara bílar sko. Þetta er bara huge investment. Ég meina, ég var með eitt af finnundum mínum á svona hestafjölskylda one of those og það var bara eins og meikri. Hvað, maður vil ekki gera þetta svo oft sko. Stundum svona er ég að hlæja að segja eitthvað og svo bara horfa á hana með silently with those dead demon eyes. Ég er bara að horfa á þið sensually, skilur við. Hætti að segja sensually. Ég bara með stert eye contact. Við lifa snertur á hvað heitir þetta, klappastífur eða eitthvað. Hvað er þetta að tala? Klustur eitthvað. Á kirkjubæklustur. Kirkjubæklustur, já, akkurat. Hver snerti mig, Friðrik? Mitt. Afinn, definitely sko. Ekki afinn. Herra reynd, það svo fyndi mig vilja að ég fari í svo mörg ammali og weird fjölskyldu meetup svo eitthvað shit heima þér. Ég veit afaðinn ömmuðina og eitthvað svona. Þú var aldrei heitt ömmu mína? Ekki, ok, afinn var allavega eitt af þessu skiptum og það var eitthvað gömul konan, það var ekki ammæður. Sko, já, þú var ábyggilega heitt Mörtur sem er svona wait a minute, kærasta afa. Oh shit, Þau eru ekki gift, en þau búa saman. Já. En það ekki bara 10 ára, skilur við. Já, afinn minn er okkur með svoleiðir sem hann felur hana bara, hann veit ekki hvað hann er. Er þetta svona fuck buddy, eitthvað svona situation? Nei, ég myndi ekki segja það. En ég var ekki hissa. Ég menna, þú veist 10 ár. Rítofið mitt þarf að koma frá einhverjum. It's gotta come from somebody, skilur við. Manstu þetta sjá þetta Freyju, ég veit að hún lustar þetta. Manstu þetta Freyju er ekki pabbi hennar stundum að koma þá? Þú veist Dr. Bryans? Já, Bryans. Já, Bryan er ennþá fjölskylduvinur. Algjör mestari með Já. Algjör mestari. Skoskur og þú veist, er mjög stoltur að því. Djöla að fyndi, þess að Bryan er eitthvað fjölskylduvinur fóreldrar hans og ég heiti dóttir hans og hún var svolítið cool og eitthvað. Og eitt skipti kemur heim til hinn og þá er hann og ég ætla bara að gefa hann knús og það bara fríka hann út og hann fíla það ekki eitthvað og mér leiðis að ég var eldan hann, ég bara, hvað er að þér, þú veist, okkur hann fríkað út eins og ég ætlaði bara að stinga hann eða eitthvað. Það er satt frekar weird að þú bara hendir í knús fyrsta skipti sem þú hittar. Nei, það var ekki fyrsta skipti, gera það ekki, það var setna á þriðja skipti. Já, ég veit. Ég man eftir því, það var nefnilega setna á þriðja skipti. Og þú veist, var bara comfortable með knús maður. Það er svo að tala alltaf ykkur að þessu svona. Hvað segir ég? Það svona spyr alltaf ykkur, þannig að þegar þú reynir, þannig að hvað segir þeir? Já, sprækir. Hann leita á mig sko, sprækir strókar. Ég misti þessu opportunity, hann að reyna að fá það tilbaka. Vil ekki, hvað er svona valentænslegt sem við getum kannski talað núna? Við erum bara komin nokkra sleiksögur. Já, bara svona ástalífsögur. Þú veist, ég veit það ekki.
Ok, versta date sem við fara á Versta date eða hittingur eða eitthvað Þetta er góð að sagði Ég alveg að vona að þetta er ekki að hlusta á Fine, man ég veit ekki hver leikarinn eru en þú veist, ég fucking hitti á eitthvað gælu og hún er mjög næs en Hvað var kallana? Við erum að gera hana gælna ég veit ekki, ég bara gæla og sko það sem ég gerir alltaf þú veist, á Tinder eða whatever þegar ég maður svo stelpu ég er ekki gaur til þess að bjóða þér á rúndin skilur, ég veit actually sitjast niður einhvers staðar og þú veist, kannski geta að fengja okkur kaffi eða whatever, borða ekki eitthvað fancy en þú veist, bara svona frekar chill staður við getum sest, Hann er líka háskóla stráku sko talað og actually bara átt góða stund og síðan getum við farið og gert eitthvað allt annað skilur það er miklu þægilega að hitta fólk þannig en þannig að, já og ég sama sagði með Stelpi, ég bauði henni og hún sagði þannig og hún sagði já og ég pikkaði henni upp Hvar farið? Fór eitthvað kaffihús eða eitthvað? Ég fer með alla gælur Oh my God, kaffibrennsluna Viltu segja? alla gælur og sko ég bara er það slæmur að ég fer bara sko ég seti upp stundum 3 date bara í röð dag eftir dag og fer með sömu ekki sömu gælur en mismunandi gælur bara 3 daga í röð, ég hef actually gert það Þú setur þetta upp eins og podcast ég tek hérna 3 vitur kallinu á kaffibrennslunni ég bara stundum þú veist þetta hefur gerst en já en Ég þarf að taka þess að Grindavíkurstelpu á kaffibrennsluna ég gerði þetta ekki góð staðir bara fucking geggjaður staðir sko There you go maður getur fengið kaffi, eitthvað samlagóðir en já, þessi stelpa Þú verður að lýsa það fyrir okkur Give us a little picture It's a podcast Þeir eru að hlusta sko Hún er alveg sæt en þetta var bara hún kann ekki alveg að tala við fólk Okay. hún bara var ekkert að meðtaka neinar upplýsingar og var ekkert að gefa mér neitt feedback þannig að ég var bara svona að carrya algjörlega allt samtali bara út kvöldi og þetta var ekkert að batna þetta var ekki eins og hún var bara smá feimin eins og eingæla sem ég hitti hún var bara svona smá feimin í byrjun og síðan leið og hún var meira comfortable þá var bara geggja, bara fínt spjall, fínust að stelpa já, en hún var bara shit, hún var í þú veist, hún er listræðmannski og það er áhugamál það er bara virkilega áhugamál listræðmannski og sagðist að teiknari og sagðist að það veri áhugamál en ég fór að spyrja hana eitthvað út í það og út að ég held að það væri bara easy fucking conversation topic og það var rosalega auðvelt að bara spyrja og lefa henni að tala í svona 10 mínútur Þú ert svo robotic lefin að tala Nei, en samt í alvörinni ef þú vilt ykkur tímann vera bara wow, að hinn mannskjær vera bara wow, það er svo ógeðslega þægilegt og næst að tala við hennan gaur fucking spurðu endalust Já, ekki bara eins og að þú veist að spila 20 question að leiðu manneskjuna að tala fullt og tala sjálfan sig mikið af því að fólk elskar alltaf að tala sjálfan sig Þú er að meira podcast þar að finn Já, akkurat skilur en já, þannig að ég spurði núti og hún gat ekki tala þetta og síðan þegar við fórum að tala eitthvað allt annað þá gat hún ekki tala það og það, sko, þú veist, þetta var bara svona one word answers og þetta var bara, þú veist og ég köttaði þetta short og skuttlaði henni og carride var bara fyrir eitthvað silent Hvernig köttaði það sjópa það? Því það er It's a hard thing to do, sko Það er ekkert erfitt, þú veist bara, heyrðu ég þarf að fara upp í skóla og klára verkefni ég er í háskóla, skilju þú veist, ég ætlaði bara sorry, ég hafði bara svo lítið tíma og þetta var eini tíma sem ég gæti gert þetta bara svona eitthvað svona Pabbi þarf hjálp, amma er að deyja, sko amma er að deyja lélega en já, þessi stelpa þetta var versta deiti sem ég náttúrulega fara og svo var þetta síðan svo fyndið að því hún sendi á mig þú veist hæ, ég vildi bara segja að það var rosalega gaman á þessu deiti, ég skemmti mig alveg rosalega mikið það var rosalega næst að kynnast þér og ég bara, ok, hún er rosalega næst, en þetta var ekki alveg, þú veist it wasn't it, sko Nei, þetta var ekki náttúrulega stimulating maður Já, þetta var ekki það var bara erfitt Það er sömu viðtölu sem ég tek sem er rosalega óþægileg það er bara, ég nenni ekki að vera að tala the whole time þannig ég er að spura spurningar eitthvað og svo bara eitthvað, yes og svo pullaði villamúfi og horfa into your soul Já, en þú veist, ég bara þú veist, ef ég er að tala við eitthvað af hverju ætti ég ekki að vera að horfa manneskjuna skilur Já, ég er horfa í augun á bara manneskjunni bara Það var silent núna í 10 sekund Já, það er bara Ég er að taka pause a little bit Það er að kíkja pissa Já, ok, gerum það ASMR
Gauður, við vorum að tala Awful Dates. Awful Dates. Þetta var það versta, sko. Já. En, já, ég var samt ekki að grínast með það. Ég bara, ég veit ekki hvort að starfsfólki ég farið svona að vera bara, hei, ég er svona hann með nýja gælu. Þú veist. Þetta svo svona, rich, celebrities farin á svona restaurants og þú veist, komið nýja gælu, they're cheating on their wives, enginn segir neitt, það er sjöss, skilur við. Þekkir eitthvað af The Baristas by name? Nei, en það er eitt gaur sem vinnur en hann er með svona man bun. Já. Ég er svona, þú veist, já. Little cutie. Já, veistu. Ég skil ekki að fólk drullar á man bun, gaurarnir sem eru með það er good, sko. Já, en sko það fer, þú þarft ekki að pulla það, skilur við. Það eru reynda bunch of fat guys sem spila WoW, missulegs. Við þurfum að, vera hreinskilin. Já, eða þú veist, þú þarft ekki að það er ákveðin stíl sem fyrir með svona Joe and the Juice type, sko. Já. That's the thing, sko. That's the thing. Allavega í Íslandi. Hefur þú ekki oft ferðið eitthvað reglulega Joe and the Juice, eða? Ekki reglulega, nei. Nei, svona, já, þegar maður fyrir út eða eitthvað, en svo oft sem maður fyrir hana og ég bara, ég get ekki henni, en ég myndi ekki þóra að segja also attractive. Shit. En Friðrik, þú hefur aldrei sagt með þessa sögu. Hvað er versta Tinder-datið þitt? I mean, sko, very curious. Ég held að þetta sé versta, en það var one night stand og við reyðum ekki einu svona, sko, nothing happened. Þetta var, þú veist, ég kalla hana the blue haired girl. Já. Ég held að hún var grænt blátt hárið eða eitthvað. Ég og Arna voru að hafa eitthvað smá svona partí og hún horfði UFC og eitthvað. Þannig að, nei, þetta var ekki UFC. Við vorum bara í bílskúnum heim með mömmu í garðinum, bara að drekka og spjalla og eitthvað. Og svo ætlaði þessi stelpa að koma eftir á, skilur. Og hún ætlaði með þess að skutla Arnana heim. En svo var hún var að skutla fólki heim í bænum og eitthvað, gæti ekki komið. Þannig að hún kemur allan eitthvað 4:00 og it starts off great. Hún hringir í mig og ég þarf að sækja hana. Hún ratar ekki frá Keflavík til garðins. Og hún segir að Google Maps virkar ekki hjá henni. Það er rosalega skrítið. Doesn't make any sense. Sko, GPS er alltaf ónýtt í iPhone-um. How would that ever happen? Þannig ég keyri hana og svo keyri hún tilbaka og svo kemur hún bílum og hún lítil og great og hún var þú veist, mér finnst ekkert svona litlar svona hobbitagellur eitthvað svaka alvegandi, þannig að hún var svona ljótar en ég held svona mínu stíl, skilur við ekki eins og myndunum og örgulega fín gæl og ég veit að hún er með einhverju gauð núna, þannig að hún er bara happy en hún var með lokk sko á tungunni í undir neðri vörunni, í efri vörunni og í nefinu not a good thing þannig að það bara fínt I don't know bad thing sko þannig að við eitthvað förum upp í herbyggið mitt og við kveikjum okkur við kveikjum okkur Most Wanted og svo ætlaði ég bara að reyna bara að ríða að hafa gaman skilur og við svona byrjum og þegar ég sleik með henni það er eins og að vera með einhver vélminni skilur bara cold steel og ég var drukkin að ég var að drekka líka eitthvað ég bara gafst upp, ég var bara þetta er bara, ég er ekkert að gera neitt fyrir mig fórum bara svo næsta dag ok, ég get allan að bara íta hún skilur, hún get bara að fara heim og ekkert mál svo löpum við niður 7 morgunin eitthvað, bara snemma og ekkert mál svona mamma fá sér kaffi of course þannig að hún, hey, hvað er þú? og það fucking, eins og mamma þín gerir skilur hvað er þín að spjalla? og ég er ekki með mamma og bara svona ættar hún að íta henni frá mér svo þannig íti henni út og ég þarf að líka keyra með henni hún vil að ég keyri aftur með henni til Keflavíkur sko þetta var ekkert svona það var ekkert hræðilegt en bara every step of the way ég var með langa ekki að vera hana með henni skilur every fucking step of the way yeah. Þannig að þetta var the blue hair girl nothing happened bara absolutely og hennar hliður líka bara þessi gauð was just eitthvað garðsbúi en ég held að ég hef ekki farað mikið Tinder dates alltaf bara rúndur eða eitthvað svona dót sko. Ég fíl að fara þú veist, það er rosalega áhugavert hvað íslensk datemenning þú veist, er frábröðin öðrum datemenningum þú veist, á Íslandi þá er þetta bara svona og ég er búin að tala við fullt af vinkonum mínum og ég er búin að tala við fullt af vinum mínum og þetta er alltaf saman sáðan að þú mann sem við ykkur að gæla á Tinder two things happen þú veist, one thing annarkvort, þú veist, verður ekkert út í one thing, two things annarkvort verður ekkert út í að þú fær snappið henni okay? og síðan eftir það þá sko annarkvort farið á rúndin
eða þú fer beint heim til Gursins, skilur, eða þú veist, þú fær stelpu beint heim til þín, skilur. Það er ekkert svona mikið í íslensku deitmenningu að actually fara einhver staðar, setjast niður og hittast, sem er samt fucking crazy fyrir mig, af því að þú ert að hitta alveg ókunna mannesku, af hverju myndir ekki frekar vilja gera það á einhverjum safe stað þar sem það er fólk, skilur þú ert ekki innilokuð einhver staðar að þú veist ekki hvort að manneskjan sé að fara að drepa þig ekki þú veist, af hverju eru Íslendingar við erum svo trustworthy, við vorum bara fyrir 30 ára, vorum bara fjölskyldur hérna já, en samt sem áður, skilur why the fuck would you do that af hverju myndir fara í bíl hjá okkur gaur, skilur okkur gaur og hann bara getur keyrt hvað sem er, behálendi þess hvað gerðist þér þeirri vilja, það keyrði ykkur að vegg Nei, en ég bara fatti ekki þessa pælingu af hverju óskapurum þú myndir einhvern tímann ég meina þú segir þetta á hann að þú veist, við mig bara held ég á það podcast að vorum að tala svona þú hatar the texting phase as the stage já, ég hata því ég er hræðilegri sem er ekki alveg svona þú veist, sanngjarnt, ég skil af hverju þú hatar það en þú veist, það er bara þú veist, þessi millivegur að actually fá stelpuna til að hitta þig og þú veist, matchaðu stelpuna það er, ég hata þetta face af því að ég er svo lélegur að texta þú veist. Af hverju þetta léleg? Ertu svona ég er bara ekki vanað því ég hringi fólk, skilur við þegar en samt að þetta ekki gáður í símanum já, þú veist, ég er ekkert að fara að ringi ykkur gælu sem ég massi á Tinder nei, það væri samt ákveðið play, en þú veist, það væri sjúklega eins og það, þegar við vorum yngri þá heyrum alltaf að maður fæði númur að stelpu eitthvað svona, ég gerði það nokkuð sem er yngri en ég held að eins og þú segir, ég aldrei ringt í stelpu ef að hittast og það er alltaf Snapchat eða já, það er alltaf Snapchat, sko eða Instagram, en ég er ekkert á Instagram líka, skilur við nei, who is þú ert podcastin hitti bara bullshit, skilur nei, þú varst já, ég var alltaf að posta svona hún er bara að horfa á okkur endalins mjálmáti já, hún vil vera með þú er aldrei tekið bara kattapodcast, skilur þú ert bara með köttin ég hef reynt nokkuð sem að gera eitthvað sketcha með henni hún bara verður ekki fucking kjur algjör S-val, sko ég gaf henni smá svona wet food á hann, sko þannig hún er horny for that wet food hvað finnst þér ketti? þú ekki dýramenn þú aldrei átt dýr, ég meina það sko. en þegar þú komst fyrst inn að því að ég var nýbúin að fá hana þú varst eins og litla barni, skilur, vissi ekkert hvernig hvað maður að gera ég hef aldrei þú veist, átt eitthvað dýr, skilur, því mamma er bara hrætt við þau öll og bara móti öll eða þú veist, ekki þannig sem móti og segir alltaf, sko, ég elska dýr ef þeir eru svona 5 meters away from me skilur ég getur fært hana hún hafa ekki að gera það já, ég var að læra eitt svona harða leksíu sem ég var ekki að nenna að vilja læra þeir sem notið svona spray á kissinu ykkar, þú veist, þú sást mjög nota og svona spray þegar hún er að gera gaf sér þú veist, hún er upp að borðið eða eitthvað doesn't work þetta er bara huge menning á Íslandi þú spray köttin með vatni þegar hún er að hoppa upp að borðið eða já, þetta make a sense með svona ég veit ekki, það bara segja allir að gera þetta frænka mín sami með þess að setja svona smá etik onni, þannig að þetta er vant líkta þannig að köttur vil ekki, þú veist, gera þetta en þetta eiginlega bara gera verra, sko oh my god, go fuck yourself, Willi þannig að drekka kaffi svona sett á ný ójá en þannig ég fór ekki á YouTube að ég með leiðin sem það var ekki að virka hún var alltaf að fara upp á borð og veist, fyrst kenna maður kettum þetta, skilur smelli bara á það var svona hoppaði niður eða eitthvað en apparently bara virkar þetta ekki einu sem þetta gerir er að láta köttin bara vera hrætt við þig eða bara byrja að hata þig, skilur þetta gerir ekkert nema bara íta your relationship frá kettinum síðan ég hætti, hún bara gerir þetta ekki lengur hætta mjálma stupid fuck ég kalla hana það asshole, sko. Hún heitar ekki Lísa lengur það er bara getur þið samt talað um eitt sko ég er með ég veit ekki af hverju make a sense með þú veist en skýrdollunar við fucking ég hef ekki pröfað síðan ég geti skeið í 2 árum pappaskeiðina en fucking plast ílátið og lok ég bara fatt þetta ekki ég bara nærður einhver að útskýra þetta fyrir mér ég er í verkfræði bæði en þú veist ég skil, þú veist, ok, já, þetta minnkar plastnótkun en er ekki hægt að finna einhverja sniðari lausn heldur fucking
taka skeið skilur sem er bara ömurlegt að nota. Af hverju hatar það skeirvili? Ég hati ekki skeiðar sko, en þú veist ég bara fatt ekki alveg konsepti á því að skipta sko. ef sko ég veit að þetta er að minnka tæknilega sér plastunum, en þú veist finna einhver betri verkfræðilega lausn í guðna fucking bænum heldur þetta, really, er þetta það sem þú veist þetta sem þú maður kenna krökkunum okkar ég fatt að þetta er ódýrst örgulega, þetta er örgulega ódýrasta leiði til þess að finna út úr lausninni. En þú veist, gátt ekki nota bambus eða eitthvað svoleiðis, skilur við? Ég er ennþá með plastrið frá Dominos upp í skáp. Já. Ég mun, þú veist, ég er búin að 2 árina. Ég er kannski búin að nota 20, skilur við? Þeir mun aldrei fara rusli, ég mun alltaf, I will finish those till the day I die, sko. Ég hata þessi pappar í bíó, þú veist, þegar þú færi vasklas eitthvað, eða just anything. Og eftir korter þá er þetta orðið bara eitthvað, þú veist, mush í munniðinum, byrja að fá frumyndir í munnin. Færðu eitthvað mikið bíó núna? Já. Spiderman? Ég fór Spiderman. Ákvæmund. Fórstu 2 svar? Já. Fórstu 2 svar? Nei, ég fór ekki 2 svar. Ég hætti að fara 2 svar sko. Ég fór einu sinni með frændfólkinu mínu. Frændfólkinu? What is that even? Bara frændum? Já. Hvað meinar ég? Ég var aldrei heitt að segja svona. Hæ? Frændfólkinu? Í alvörinu? Mega sens. Þetta er mjög mikið sagt. Ég segi bara frændum eða lillfrændum eða whatever. Já. En ég okkur, Spiderman maður hérna þetta var besta myndir á hann finnst mér sko. Ég er búin að hlakka síðan COVID byrja, það er ekkert annað búið að vera svona spennandi skilur síðan 2 árin. Sko Matrix var náttúrulega hræðileg, ég fór að hann líka. Oh my god, why? Og erstu búin að sjá það allar Matrix myndir þú veist, all that shit. Ég er bara fyrstu og þessa, en samt sem áður skilur, það var svona fyrstu 20 mínúturna var actually bara frekar cool, af því það var bara svona það var eiginlega svona meta-conversation þú veist, af hverju við ættum að gera aðra Matrix-mynd, skilur við, og þú veist, af hverju þetta ætti ekki bara að hafa stoppað þarna, en síðan meikar restarmyndinni ekki sens, það er ekki downhill, það er bara off a fucking cliff, sko. Bara money grab. Já, það er bara algjörlega. Vissu þeir eru núna, hérna, þeir eru múin að breyta kyn, þú veist, the Wachowskis. Ég man ekki hvor leið en þeir bara svissu skilur en þeir að segja en að Matrix myndir um Jesus, right, trans ég hef ekki séð það allar, þannig að I don't know anything ég hef séð helmingina fyrstu það er bara ekki interesting myndir Já, en ekki fara nýju Matrix myndina þú veist hata Matrix þú veist, þú veist svona, wow, ok endurinn á 3. myndinu var actually betri þar sem þau aðalkarakterinn bara dóu Já, er það ekki betra endi, skilur, hvernig endaði þessi? Spoilers, Má ég spoila? I don't give a fuck. Já, ok, en það er reynda búin að vera alveg sko nokkrum mánuði síðan þessi mynd koma út, þannig að ef það er, þú veist, þetta er bara þeim að kenna at this point. Við erum búin að segja spoilers, we did our obligation. Þessi mynd endar þannig að sagt, Neo og Trinity komast út úr Hver er Trinity? Út úr nýja Matrixinni og fara í eitthvað svona á eitthvað stað þar sem núna allar manneskjur eru, skilur við. Það er svona heaven. Og bara live happily ever after. Ekki heaven, en þú veist. En það er svona þannig. Já, og síðan bara they beat the shit out of the main villain. Og, já. Hver er the main villain? Power of love. Power of love? Reyndar, sko, the main villain var leikinn af heitir hann Neil Patrick Harris. Var hann the main villain? Stinson, já, hann, sko, ég elska hann er svo fyndir og góður leikari, sko, en samt hræðileg mynd. There you have it. Núna þurfi ekki að sjá Resurrection, heitir hann það ekki. Þeir eru búin að fá The Villain Review. Ok, let's bring it back. Ég veit að vera ástofangin, bara hann er virkilega bara. Já, ég myndi segja það. Já, ég var kærustafur, já. Kom hér Switchy. Já maður, eins og því að mér fann það, skilur við í þessu toxic bullshit, þá held ég bara þetta bara, þú veist, love my life, fucking we're the best, og þetta var bara það er svona alltaf ungur, skilur við en ég held að það sé svona þegar maður væri krakka og eitthvað svoleiðis, það er way different level. Já, það er náttúrulega sem segja bara að þú ertir ekki við sambandi
eða þú veist, sambandið ykkar byrjar ekki fyrir þau fucking búið saman sko, ef Á, þið getið höndlað það 100% ef þið höndlið það, þá er svona ok, þá er þetta orðið alveg samband, en ég er ekki alveg sammálaði sko, en samt sem áður En það er náttúrulega næsta level, skilur já, það er næsta level að actually búa með manneskjunni og þurfa að vera með henni í alveg bara alltaf þú all the veist time gotta hear her thoughts and shit. já, Ég meina ekki, þú veist, í þessar íbúð, þetta er tiny ass íbúð, Jón og Karen byggu hérna saman og þú veist og þeir voru með bunch of other shit þannig að það var alveg miklu tróðið, skilur ég myndi ekki vilja búa með einhverjum hérna sko að það er ekkert svona, þú getur ekkert farið annað herbyggi ég verð samt að segja Já. ég hef sagt þetta við áður en þessi stúdíó íbúð sem við erum í akkur núna er bara the neatest og cleanest stúdíó Thank you, íbúð sir. af öllum stúdíó íbúð sem nokkuð stigi og þær eru margar en Já. já, you keep a tight ship er það Þetta ekki? er my OCD baby ég abandoned the clean car thing ég veit ekki okkur, ég bara nenni ekki að díla með einhver Já, en samt skilur að þú veist ég appreciate hvað þú veist ég veit af hverju sko ég er búin að flytja það fucking oft í 20 sinnum held, Já. 18 sinnum eða eitthvað að bara þetta minimalism shit og ég er ekkert endilega minimalist en ég veit að people collect shit þú átt alltaf ómikið að dóti einmitt. þannig ég er constantly að hugsa þú veist, ég var að henda þessi borðið sem værina því það er ekki ég er með 2 lóðir sem ég nota aldrei ég veit að þeir fara eventually þú ert alltaf með eitthvað shit sem þú getur hent og mér líður alltaf betur ef það er more space til að gera arbegur og some bullshit skilur I do a lot of yoga I'm a cultured guy really. Já, mikið hugleyslu og svona Já, volítið en þetta recently sko nema en að ég mæli mig að pröfa þetta en að ég mæli ekki að þetta er ekki child's pose en en að þú veist, þú leggst basically en að á nýjan skilur hérna fenn niður, svona krjúpaði saman alveg hausin á Það gerir það núna fyrir Þetta er basically doggy nema þú myndir svona ítinni saman right? okay. Ef þú gerir þetta í svona, þú veist, mínúndar að vera svo og svo andar ekki að næst þú veist, þér líður eins og sért að vera reyna Já, en þú myndir sopna eins og sért bara floating in the sky því þú myndir svona taka út svo mikið stress og eitthvað svona dót og ég gerir þetta svo oft í rækt ég líka þetta hérna í ræktin þegar tegja ári fyrir að æfa box þá hérna setur fótunum í lofti og veist, þú liggur á baki setur rassinn alveg ekkert vekk og fótunum í lofti eins og sett giving birth og svo leiður bara ræktin að horfa á þig það er rosalega þægilegt en really embarrassing kannski fílar það ég kík alltaf aftur með I know you're looking at me Ertu svona smá exhibitionisti Hvað það er? Nei, en það ekki svona útskýra bara Þú fílar sem sagt að vera nakin in public og láta fólk horfa á þig Ég held að þú sé svolítið þar fyrir þig Sko ég fíla að piss úti like weirdly mikið af því ég held að það sé svona ég næ ekki að pissa við hlina fucking gaurum inn á þessum ógæslum stalls eða svona Sem sagt fílar er bara svona kynferðislega Nei, ég bara minnst þess að ég sé að gera eitthvað ránt pissa á hús eða eitthvað ég gerði það Akureyrar á bílaldum mann eftir því, það var svona junkyard ég bara pissa fullt af bílum As you do þeir verður ónýndi bílar skilur ég myndi ekki pissa á nýja bíla that's disrespectful það getur riðgað skilur I wouldn't do that Já, en þú veist en kannski á einhver svona vintage bíl og þú bara nígandi á hann skilur I hope so, kinda sko það er betri saga en hérna nei, ég veit það ekki okkur reyndar, ég er alltaf weirdly mikið af TikTok á mér eitthvað, þú veist að kúka og djóka rassi minn og eitthvað Veist, minnst fyrir svona fyndi skilur svona pull up buksuna niður og vera með eitthvað svona butt cheeks out it's funny ég er auðvitað exhibitionist god damn it, ég er að læra eitthvað en þegar þú segir þetta, mér langar ekki að vera bara butt naked að hlaupa niður í Æsland skilur, það er Já, nei, sko different sko Já Þú veist, ég veit ekki, ég bara sé það eitthvað fyrir mér að þú er bara þannig að nakin bara eitthvað starri að hamna Ég var til að prófa einu sinni, bara hlaupa niður með einhver gæla er að full klædla að leiða nei, wow herru, svipu you fucking named it right there, ég ætla að segja þetta ég kíkti í Blush í fyrst skiptum það great experience maður rosa sæta konu sem vinna hann og geggjaða staður, ég spjallaði við þér og var að segja hann bara sko, Blush er actually good shit staður þetta er cool staður, good vibe já, ég sko mér langaði að kaupa múfi núna erum við að tala um eitthvað bara svona skemmtilegt en ég skil ekki gaurar sem eru mjög svona reluctant að nota kynlýstæki í kynlífi fattar hvað ég við, það eru gaurar sem verða bara svo
litlir í sér en þú veist, þetta bara svona frí leið til þess að vera bara wow, hvað þú ert góður í kynlífi og láta bara tækja ekki það alla vinnuna Þú er definitely on another level með það og ég hef ekki mikið experience í því en ég ekki hræddur það, skilur Nei, að nota það, skilur Akkur ekki, skilur Þú veist, akkur ekki, þetta er bara að prófa eitthvað skemmtilegt, skilur og þú veist Ég held að ég líka aldrei verið með stelpu Það eru couple of bitches out there á Snapchat sem eru bara með kistur af svona shiti undir Það er totally cool, skilur Totally cool, more power to him Eða svolítið miklu pening, þú veist, þessi tækir er fucking dýr I know, sko Ég var sko muffir og eitthvað, þú veist, ódýrasta 5 skall Not bad En þetta sem ég ætla að segja á með svipur það var svo bara Indiana Jones svipa og bara svona for you people Indiana Jones er bara uppáhalds movie karakter mitt eiginlega að ég var krakki og ég átti svona skipti eins og ég er í núna og ég reyfa með ermana til að vera svo í Temple of Doom og var, þú veist, ég bjóð til svip úr duct tape ég elska þessa myndir og þannig þegar ég sá þessa svipu þú veist, úr leðri og þú veist, þetta er bara actual svipa kostaði 12 og 9 ég ætla að kaupa þetta fyrir nýja stúdíu ég veit ekki fyrir hvað en at some point þá verður ykkur raskeldur með svipi, skilur Já, þú voru bara að finna eitthvað gauður sem fílar skilur Tomek 100% Tomek með 2 bjóra over, sko Já, en fyndi að segja nefnir Blush að því að í fyrsta skil sem ég fór í Blush var hann á Vísó hvað er það? Sko, Vísó er svolítið skemmtilegt fyrirbæri og þetta er svona aðalstaðan okkur mjög margir eru spenntir fyrir háskóla að í hver einustu viku þá fyrir við krakkanir í nemndafélaginu hjá ykkur fyrirtæki það er ykkur fyrirtæki sem býður okkur og við förum og það gefur okkur hellingu frí áfengi og eitthvað sétt og eitt vísóið var á Blush en það var haldið sameiginlega með sálfræðikrakkarum sálfræði og Mía er í systemi er í nefndafélaginu, það var verkfræði nefndafélagi og sálfræði nefndafélagi að fara saman á Blush, þannig að fyrst skipt sem ég fór í Blush var ég, Mía og með systur minni og kærastunum hennar og það var áhugavert to say the least, ég var bara svona avoid eye contact at all costs Þú varst sko að dildóna og hún að sko en Já, einmitt Var hún að máta kjóla eða þú veist Ég veit ekki hvort að fólkdrar minn sé að fara að horfa þetta Ég vona ekki, en ég ætla bara að expósa henni beinni Hún var að kaupa sér drasl og ég veit ekki alveg hvað Svo hún er, þá er hún gömul núna 20 ára eða eitthvað Hún er að vera, já, nei, 01 Ó, Mía 01, já, Verða 21 She's a grown ass woman Já, ég meina, þú veist Sjá þetta Mía, hún er alltaf skemmt Þetta er alltaf læg, það er bara fyndið að, þú veist, já Þeir sem sá TikToki sem ég spyr Villa hvað spyr ég hvað mest að diss sem ég hef gert við Villa hvað var svarað, ég vil blípa um út nei nei okay, moving on en já, en áhugavert við tala um kyrðisleiki veistu hvað lokaverkefni mitt já, ég veit hvað vilt þú kannski útskýra fyrir já þú sendum mig mynda eftir, reynum að muna það þá get ég búið TikTok og þessu og getum sýnt allir ég sendi þér fucking myndband sem ég og Unnar félagi með góðin til en við byggum til í lokaverkefni í Mechatronics í háskóla og þetta er erfiðasti áfengir sem ég held ég yfir nokkuð að tekið að við byggum til kynlífstæki og þetta er sem sagt geðveikt svona maskulin fyrir kynlífstæki þetta á að vera, þetta er sem sagt brotvél sem gaurinn á að nota á gæluna og vera bara, þetta er bara svo head of jackal og þetta var skemmtilegsta verkefni sem ég held að ég hef nokkuð tíma gert þú veist, við settum heartbeat sensor á hann og eitthvað svona já, þetta er programmuð shit í hann já, og svo við ætlum að setja svona accelerometer til þess að for spasm monitoring en já, þetta var æðislega hvað var það endur? Var þetta svona svo þetta var eins og, veist hvað satisfyer er? Já, þú veist, fyrir fólki satisfyer, er þetta ekki svona sogdót? Já, þetta er svona sogtæki eða clitoral stimulator er akademíska namnið á þessu en já, við byggjum þetta til við vorum bara sko seinustu 4 daga fyrir skil
bara sváum ekki neitt, sveittir upp í skóla þú veist, að búa til þetta fucking killistæki og kynntum það fyrir mjög marga mjög marga kennara og eitthvað. Já, voru ekki hásettu kennarar og eitthvað og þú bara ekki sína, here's my sex toy. Já, einmitt. Þetta var fucking æðislega skemmtilegt verkefni. Við hendum myndbandi á Instagram og bara right now. Veistu hvað var að crime? Hvað? Við fengum lægstu einkunnuna, ekki það að því kennarinn hataði verkefni okkar, hann kom til okkar og sagði wow, þetta var actually bara, þú veist, ég er svo stoltur af okkur að hafa gert eitthvað sem er svona mjög ögrandi en samt á smekklegan hátt, skilur þau voru ekki með eitthvað svona klám demonstrationir bara í beinni og en við fengum lægstu einkunnuna af því við vorum ekki að fylgja einhverjum svona rubric, einhverjum svona, þú veist, þetta var að koma fram, þetta var, við vorum einhvern veginn bara að kynna þetta á okkur hætti og gera kynningunum sem til finna og skemmtilega bara really, bara þegar þú varst að vera að kynna þurftur að gera bara eitthvað 1, 2, 3, 4 Já, það voru bara svona, þú veist, svona á kynningin að vera en við fylgdum því ekkert, við vorum bara fuck it, þú veist, þetta verður aldrei skemmtileg kynning nema að við gerum þetta bara okkar við Bad Boys of HR with their fucking dong drill Þetta minnum við að tæki sem ég og Arna fundi í Amsterdam, þetta var bara svona borvél, þú veist, með eða svona, í staðan fyrir að vera hringi það var hann upp og niður og bara giant cock á hinum hliðinum gigantic 13 inch hog og já, þú ítti bara takkan og þú fækst, þú veist, svona Men in Black suitcase með þessu, skilur voru þið ekki með líka svona suitcase við þetta svona Jú fucking gæt maður, þið getið tjekkað á Poddy podcast á Instagram til að sjá myndbáta þessu fuck já maður einu ástand en þú veist, þú verður að fucking kredit já, of course maður, þú bara sendur mig linka og all that sko hvað er valentínsdagur fyrir þig? Hvað mennur þið? Bara að ég hugsa alltaf að vera að fara eitthvað fucking crazy fancy date, ég bara don't like that shit veistu, þetta er meira bara svona upplifun og að fara að gera eitthvað skemmtilegt og bara það getur verið hvað sem er og mismunandi pör fíla að gera mismunandi hluti ég meina það, ef þú ert mjög aktíft par að fara að gera eitthvað svona adventurous getur verið cool, Valentine's Day hugmynd ég og fyrirvændi fílum svolítið mikið að fara út að borða þannig að við gerum það og fengum ykkur ís og eitthvað svona bara skemmtilegt bara áttum mjög næst kvöld Ef við ekki að gefa some tips af því það er mikið að krökkur sem hóra á það það eru adolescent teens en að hlusta bara Já Hvað er það ef þú getur farið tilbaka og spólan tilbaka þú voru 14, 15 eða 16 eða hvað myndir þú reyna að hjálpa þér með, hvað myndir þú vera að ráðleggja þér þegar þú varst yngri með kannski varst alltaf að hugsa um eitthvað eitt Ertu að tala um þá bara svona hvað myndir þú segja ástalífið Já, allt um þetta skilur kannski varst þú að hugsa um þetta eða hitt Já, ég sko það eina sem ég myndi þú veist, það eru fullt af hlutum sem ég myndi ekki segja, en þú veist það er bara þú veist besta leiðin til þess að actually byrja að tala við stelpu og annað þú veist byrja að hittast og svona er í raun og veru bara að vera ekki hrættur við að þú veist að vera rejected ég er ekki það, en vera ekki hrættur við að bara stundum að rósta gæluna og vera bara svolítið fyndin og actually vera bara, þú veist, það er svo mikið í mínum karakter að vera bara mjög fljótur að vera hvað ég segja, svona snöggreiður eitthvað svoleiðis, en þegar ég var hvað mennur þú veist, ég var bara svona short temper, skilur þú veist, þú sagði mér það á þetta og bara, þú verður alltaf svo defensive svo fljótt, skilur það er svona, já, snöggreiður en bara svona strax í fílu ekki strax í fílu neitt, þú veist, en það er svolítið, og það er alltaf lægi að vera þannig bara, þú veist, það ég held að flesta gælur fíla hvað ég segja þegar þú ert að vera alvörunni þú bara ekki bara það, en heldur bara þetta svona back and forth jóka og þessi hafa skemmtilegt og eitthvað svona, ekki bara eitthvað svona mjög nice gæjar sem hlusta bráði nei, en ekki bara, þú veist, sem hafa engan persónuleika í raun og veru það er alltaf lægi að sína persónuleika 100% en að, veist þú segja, rósta gælna ekki endilega bara eitthvað drull yfir hana þú veist, að rósta, þá er ég ekki að segja þú ert ógeðslega feit þú verður að geta verið svolítið fyndin og spura hann út í sig, skilur og svo kannski aðeins stjóki henni eins og þessi stelpa á Grindavík sem er 90 ára að því, veist, hún fer að pissa á kvöldin hún vaknar og fer að pissa, eins og sér 90 ára gerir þú þetta vel? Nei Var þetta mikið? Nei, ég var
En já, þegar þú fokkin ég meina, varst þú oft svona ekki að þóra að spura gælu að koma að hittast eða eitthvað svona eða fannst þér að létt að gera það? Já, þú veist, ég vildi vera þú veist ég var bara svona alltaf timid að vera bara, þú veist að láta við hana eins og hún væri bara þú veist, að við hefum þekkst áður og þetta væri actually vinur minn heldur en þetta var eitthvað bara svona Myndur þú segja að varstuðum að setja stelpur yfir þig? Svona, ef strákar 100% gera það mikið, ég veit ekki hvort að þú veist ekki á svona pedestal þetta, þú veist að og þetta er leiðilegt svona þá, já, örugglega af því ég var svona ég var kannski svona ekki alveg að setja mín mörk fram bara, þú veist, eins og ég þetta sem ég vil og eitthvað svona já, þetta er sem ég vil og vera bara, þú veist meira svona hvað segja, timid að setja fram mín mörk, sko þetta var ég 100% mikið þegar ég var yngri að svona setja hann á pedestal og ég held að margir lendi bara gegnum sömböðu líka veist, það gerist og svo kannski fattar að það verður betra en að þegar maður er yngri og maður er kannski nýbyrður að spura stelp út og kannski viltu koma með mér í bíó eða eitthvað svona dót þá heldur að hún sé miklu betri þú að því þið alltaf langar að þú veist langar að kissa hana og eitthvað svona dót og en ef þú reynir sem er best að gleyma því að þeir eru bara eitthvað personur sem eru bæði stressu þeir eru kannski bæði að hittast í fyrsta skipti þannig að þið viti ekki endilega bæði hvað það er að gera og svona sko akkurat ef þú kemur inn á þetta þú veist að annað sem myndi ráðleggja 14 ára sjálfur mér er að þú veist það er alltaf í lagi að spurja gæluna þú veist hei, viltu koma í sleik, skilur við, búið til bara til þess að vera viss og ef hún segir nei, þá er bara ok, cool, ekkert mál en að vera óhrættur við að hafa þessi samskipti það sýnir svona rosalega mikið svona sjálfströst og confidence, skilur við, sem ég held að flestu gaur klikka á 100% ég meina, til að fara tilbaka við þessi gælu sem við köllum Rebekku ég man ekki hvað hún heitir eftir svona date, þú veist, kannski fyrsta date með rúndinum eða eitthvað svona, þannig langar að kissa hana eftir á ég vissi ekki svona hvernig þetta og ég stað bara fyrir að fucking spyrja, skilur núna ger ég bara það, sko, núna er náttúrulega eða þú ert kannski að kúra eitthvað svona það er mjög léttara, þeir eru bara right there en ef þú ert kannski í bílnum, þá er it doesn't really matter, þú segir bara viltu fara sleik, og versta sem getur gerst er hún segir nei og það verður kannski smá awkward í 5 sekundur já, það þarf ekki að vera awkward ef þú playir off bara, ok, ekkert mál ég skil alveg að það finnst það óþægilegt eða sko, það er miklu óþægilegri stemmari og ég er bara að segja af fucking reynslu þegar þú reynir að kissa gælu og hún bara fucking fílar það ekki, skilur og hún bara skilur og bara nei og þá fucking uppgötaru að hún er ekki til í þetta, skilur og þau eru ekki alveg á sama stað það er miklu óþægilegra bara alltaf hversu oft eru leaned in for a kiss og svo verið hefur leaned in for a kiss og hún bara ég hef verið svörfaður 2 svörfar, já, wait a minute á böllum, couple times definitely en þú veist, það er miklu óþægilegri stemmari heldur en, og núna er bara fuck, þessi gæla er sko upp í rúmi hjá þér og henni líður aðlega 100 sinnum meira óþægilegra og þetta er bara kvöldir Jesus Christ en sko ef þetta er bara eitthvað já, veistu, mér finnst þetta ekki þú veist, ég er ekki alveg til í það núna það er bara ekkert mál, höldum að horfa myndina ég er að segja ykkur að ég var mesta hóran bara frá okkar 16 til 18 á Snapchat og svona, þú veist, þú talar þið var svo óþægilegt að tala um Snapchat ég er of comfortable þar þannig að mitt anti-venom er að ég hitta þér ekki, skilur ég verð að fucking forsa mig að actually hitta þér það er actually rosalega það fyndi að því ég er bara anstæðin við það akkurat. Sko. en ég er alveg saman stað að þú þegar ég næ að láta mig koma í húsinu og svo hitta stelpuna þá veit ég að þetta verður gaman og ég get láta hann að hlæja svona, og þó kannski þetta endar með að bara vera eitthvað svona spjallkvöld, skilur, þá er það alltaf já, en þú er svona þú er svona gaur sem þú nærð rosalega vel til mjög margra og þú ert mjög auðvitað við að spjalla við fólk og ég held að þú veist flest fólk upplifir sem frekar svona mannskjörn með kannski með mikið sjálfstraust eða kannski stundum of mikið sjálfstraust en það er miklu betra
heldur en að vera með einhvern svona geðveitt quiet manneskju sem segir ekki neitt og þorir ekki að tala og eitthvað svona, þá er það awkward, skilur við. Ég sagði þetta frá ána þegar við vorum að rúnda eina fyrir podcast, þess að stelpa sem var að hitta var eitthvað að segja, þú veist, þú með svo mikið sjálfströst og ég sagði alveg, if you only knew ég var bara feitur krakki sem þorði ekki að tala um stelpur neitt, þorði ekki að horfa í augu og ég bara ákvað að reyna að fucking ekki vera það forever og it's a constant battle stoppar aldrei. Já, ég hef líka fengið þetta frá gælum sko að ég að þú voru ekki, wow, þú ert actually með bara gett mikið sjálfströst og ég skil ekki alveg hvernig og ég They don't know sko, they really don't know ég er mjög introvert mannskja en í öðru lagi, ég er ekkert svona ef ég er að fara að date með ykkur í gælu ég læti þess að ég hef alltaf þekkt hana skilur, þetta er bara að segja ykkur vinkon minn sem ég ekki hitt í mörg ár. Það er fucking cool maður Viljið sensual guy sko? Já, I'm a sensual guy. Veist gaman að hugsa svona hvað myndum að segja við yngri, ekki endilega bara segja núna fucking úlingar að hlusta á þetta og vonandi kannski taka eitthvað gott úr þessu og mér varst þetta svona the move eftir að ég byrjaði að vera hóra 16 ára eða svona bara, þetta er rosalega lett ef þú ert yngri og átt ekki bílpróf skilur og kannski 8. bekk eða eitthvað við áttum að labba 100%. Já, ef göngutúrar getur verið svona það er intimate skilur og það er engin pressa bara, ég er ekki að fíla það, ég ætla að vera heim og þetta á bara að vera chill og skemmtilegt þetta á ekki að vera neitt stress að fara að hitta eitthvað stelpu skilur og það er, at the end of the day það skiptir ekki máli hvort þú sefur hjá henni það skiptir máli að upplifun var góð þannig að hún er til í að hitta þig aftur og það getur kannski mögulega svo hjá henni skilur og líka þegar ert svona kannski yngri en það núna ég var svo oft bara eitthvað að hitta stelpu og bara pæli ég ætla að reyna að fara í sleika eitthvað svona en ekki eins og pæla er ég að hafa gaman með henni? Já, einmitt Do I like this person? Mér finnst þetta svo algengt hjá táningsstrákum að fatta þetta ekki skilur ef þú ert ekki að hafa gaman þá er örugglega ekki gaman hana sko og það er líka sko, það er svo ég get alveg loðið því að ég held að ég er alveg nokkuð vissum að gellur sko eru alveg til í að sofa hjá þér en þeir líður bara mjög þægilega í kringum þeir skilur það er bara ok, ég treyst honum að því að þú veist að þetta er öðruvís að vera gaur að fara á svona Tinder date og gælla að fara á svona Tinder date gaurinn er að hugsa, ok, get ég svo hjá henni í kvöld hvernig get ég, þú veist, eitthvað svona þann í þeim gýr, gællan er bara, ok, verður hann skrítin verður hann óþægilegur, er hann fara að drepa mig þú veist, þetta er svona hvernig þær hugsa og þetta er, ég hef talað við alla vinkonum mínar þetta og þær eru bara þú veist, já, 100% þetta er alltaf eitthvað sem ekki sami leikur sko þannig að bara láta það líða nóg þægilega í kringum þig, skilur These love gurus erum við nú Já, þú veist það er margir ungir piltar að reyna að finna út úr þessu eins og þegar við vorum ræðilega í þessu back in the day en það er bara partur af þessu, skilur Ég meina, ég þurfti að læra red, mástu við að tala um það Matrix, red pill, blue pill blue pill þú veist, eða googlið það, red pill, blue pill the game, pick-up artist, allt þetta það er rosalega góða hluti sem við getum lært frá þessu fólki stundum, en svo náttúrulega auðvitað 70% af þessu karlarembur sem er reyna að kenna að karlar eru allir betur en konur fucking en þetta er hvernig ég læra þessu man. Já, mismunandi leiðir að komast að lesi bækur Já, lesa við erum 2 hours in nei, við erum svona 1:40 sko Já, það er allt í góði Ertu með stemmana? Okay, við erum að tala um Þetta er Valentine's Day special þáttur þannig að við þurfum að koma inn í þetta Hvað er svona romantic shit sem þú hefur gert eða fengið? Hefur gæla verið rosalega romantic við þig? Hefur gæla verið rosalega romantic við mig? Ég sjálfur elska það veist, ég veit gert það með mörgur stelpuna það er ekki marga sem hafa svona fílaðis mikið og ég veist að kúra og hafa cozy og svona með þú veist Eric Clapton í gangi eða Eagles eða eitthvað shit bara fucking cozy ógeðslega svona romantic tónlist I like that shit en það er ekkert alltaf hann sko Já, ég held að ég man ekki hvernig þetta var hvort þetta var á afmælinu mínu en sem sagt daginn sko fyrirhundi kæristu mín planaði eitthvað date og það þú veist það var actually frekar næs að hún hafi gert það hún planaði bara allt kvöldið og það var bara mjög næst date en þú veist ég fórum á fucking á fjörhjól
Fjörhjól? Já, Já, eða fjórhjól ég gera það í síðasta mánu. Já, ég bara kann ekki að keyra svona Þetta bara, ég var skítrættur á þessu og ég held að ég myndi deyja undir 5 tímapunkti ég er að fara að keyra út og ég er að fara að keyra Voru í Grindavík eða hvar voru? Já, Grindavík Þú það var svona 20 að 30. Samt sem það og síðan splæst hún á mig og fórum út að borða, ég man ekki alveg hvar hvort það var í social eða whatever Þetta var bara frekar næst kvöld sko. Það er svona þið fatt, svona kallmenn just compliment us just geði bara eitthvað næst að við fóum ekki mikið að því Já, sko, það er fólk með svona mismunandi love language og mitt love language er mjög svona snertingu skilur við og það er svona þú veist, alltaf kúra og leiðast og alltaf, það er mitt ef ég er að gera við þig, þá er ég bara ég er að sýna þér ást. Það er það sem hún meinti með þegar við vorum í tíndabækja að færa Hæ? Hvað er þetta? Þegar við kúra hann að mingri Hæ? Ég er að djóka vel, Jesus Christ Ég veit ekki alveg hvað þetta En ok, já, talað um love language ég heyrði svo mikið á TikTok og hef ekki pælt í þessu á þér eins og þegar maður er að kúra með eitthvað stelpu þeir eru að leika með hárið mitt skilur great, sko. Ég lóks að koma hár aftur sko, þannig að that's a good thing sko. Já, en þú veist það Já, ég mann þegar tímabil þegar þú tókst þarna bara Ég var á 2 ár fucking Ég sagði tímabil Já, sem er rosalega skítið núna því ég langar ekki að gera aftur sko, til mér aðeins sko Kannar ekki að fara að baka Já, ég fílaði meira með hár sko, ég var að segja okay. Sætari svona Já, takk fyrir það Serðu hvernig sexual tensioni It's building sko, ég get half a chub byggjast upp á Valentine's Day Ég er að fara að burna down Ef við gera það, one button down Herru, hvað með þetta? Við verðum að taka að minnsta kosti svona 45 mínútur enn til að vera meira en hinn þátturinn sem við erum að tala við ætlum að reyna að taka lengsta þáttinn við viljum vera eitthvað metina Já, ég ætlum að vera metin af því ég á allegedly að vera eitt af bestu viðnuðinum sem við erum aldrei mikið á allegedly ok, hérna sko málið er, ég tók þátt fyrir nokkur dögum síðan sem er að koma út eftir þennan þátt og hann var 2:35 eða eitthvað skilur þannig að we gotta get over that sko maður verður betri þannig að ef ekki að taka þessi one button down every 10 minutes eða svo eru bara naknir ok, en á ég að buttona ef við byrja á sama stað og því ég er sko ég voru að sína smá meira chest út af fittir, ég vildi vera bara svona einhver svona ógeðslegur ég gerði eitthvað sem djók en svo þegar við byrjum að taka upp ég fíla þetta, ég ætla að byrja ok, fyrir alveg upp þá, byrjum alveg upp í maður ég þarf að fara að pissa á þetta sko. taka smá pásu eða meðan Nei, alltaf ok, þetta er ekki alveg upp hana ég ætla ekki að taka þetta skilu, það er ómikið Já, þetta er ómikið Jú, þetta okay. er fínt Þannig að einn af núna Ok, cool no. Get the third nibble out there Ok, hérna Ég ætla að mjög langar að Vesta Nei, ég veit ekki, menn þessi ekki alveg góð sko En hérna eitt svona það gerði svo mikið á verkefni 2 vikum ég var með þess að stelpa í 2 vikum þetta var eitt af fyrstu kærastminnum þá við byrjum saman right? Ég var 14-15 eða eitthvað og ég var nýbyrjað að læra ég var svona 15 eða eitthvað og ég byrjaði að læra þetta game shit þannig að á þessum tíma var ég alltaf voruð að labba hverju kvöldi og þú veist ég reyndi að hitta vinið minna ef ég gat en annars bara fór ég að labba og fucking góðan daginn við fólk þannig að horfa í augun skilur og svo hitti ég hana með einhverjum öðrum gaur og you know me, ég byrjaði bara að djóka við þau skilur og byrjaði svona að reyna með hana þannig að næsta dag heyri hún í mér svo byrjaði bara að hanga og svo byrjaði bibiri búbiri og þannig ég var andan tíma ég stali frá hana just wait nei, er þetta gæma frá ekki rauðharða gælan before that ég veit ekki halda áfram að söguna okay. Og ég var eitthvað þetta var svona ego thing ég bara og sko þetta er svo cringe sko. ég held að hún var fyrstu sleikurum minn ég pretty sure og eitthvað titty touch eitthvað svona good shit og stelpi gerði það svona mikið þessum aldrei kannski ekki eins mikið þegar var eldri en þeir kom alltaf með fucking vinkon sinna og þessi tussa sko hún er svo fucking leiðileg og hversu Já, okay, ég bara segja einmitt hún alltaf með vinkonu sinni yfir og veist,
hún fín stelpa núna whatever, en hún var bara leiðileg við mig, þannig að ég kalla hann bara tussum, hún var bara fucking leiðileg, alltaf ekki að líta mig þegar við vorum öll saman og svo þú veist allt inni það ég motherfucking chickenpox, ég fekk chickenpox í setna skipti í lífinu þá 14 ára það rosalega spes ég bara veit, ég tek engan annan Íslanding sem fucking lendi því það ástæðan ég með þetta third nipple sko. þetta bara chickenpox bóla sem fór aldrei og ég hef pröfað að skera þetta með hníf sko. Ég ekki eins og fuck ég sko. Ég hef tekið hníf og bara að ég var svo embarrassed þetta er beint í miðjunni á bringunni minni, þetta er bara perfect í miðjunni hvað segja látum lækni gera það næst? Ég meina, það er nefnilega, ég sé svolítið eftir því, ég fór til lækni þegar ég var 17 ára og hann bara, já ég tekið það en það verður skurður og he talked me out of it en núna ég var alveg til í frekar eitthvað svona cool scar en ég byrjaði bara að kalla mig third nipple til að vera cool með það og nú er þetta bara að finna skilur og gives a shit en við allan, ég fekk þetta chickenpox þannig ég var ekki hitt hana skilur nýbúin að fara eitthvað fyrsta sleikinn og eitthvað svona og þetta sama, þetta er bara 2 vikur og ég var í viku heima bara frá skólanum og mátti ekki snerta neitt og sjá neitt og eitthvað og svo svona allt í henni hún að svara mig minna á Snapchat skilur hún er ekki enn að hunga eitthvað svona og þessi gaur sem ég sá þeim með henni fyrst sem ég quote unquote stalin af skilur in my dumbass brain þeir voru múin að vinna for a long time skilur þannig að þeir voru að byrja að hanga aftur og hann var my body líka og gitt ykkur ammali á honum eitthvað svo allt í henni þeir bara saman hann bara stalin af mér hann bara stalin yfir og hún hætti svo með mig með þessa vinkun, ég held að vinkunan ringir í mig og bara hætti sama með mig gegn það ok, er þetta sérst ekki ekki senna ekki hvað er þetta ekki gælna frá menningunót? Who the fuck was that? That's another story sko. Það var árum setna sko. Þetta var 14-15 sko. Við getum sagt það sko. Það var pretty funny Kata, don't give a fuck sko. Hún er crazy sko, Go back in menningunótt ég líka, það gerist fullt af shiti með mér líka við fórum að menningunótt einhvern tímann 2018, 2019 reglulega og þú lefði ekki slag ég var að vinna í vopnuleitinni ég er að koma þar og já, við fórum að menningunótt og við Friðrik hittir á einhverja krakka sem hann þekkir og ætlaði að hitta og við vorum með Arnari og Danílu, þeir voru saman Danílu var Soldís með þeir voru á staðnum já en hún með Eiður já, við hittum á Soldís og Krist og þau já. En Anna, við förum Anna og við förum á og þú veist, ég man ekki alveg hvað það var þetta var á, þú veist, það sem all rapsjói var já, það ekki bara Ingólfsstræti nei, Arnarhól Arnhólur eða eitthvað ég man ekkert hvað þetta var þú veist, again, Reykjavík staðir, don't ask me, don't care en já, við förum þangað og það var sérsagt þessi stelpa gaur sem var hvað quote unquote með henni nei, ég myndi lýsa hann sem svona white knight / simp og það er rosalega 100% that sko rosalega ljótt að mér að lýsa hún svona en þetta var alveg 100% það af því þau voru ekki saman og þú veist þetta var einhver gaur sem ég verða að útskýra hvað white knight það er uppbólst orðið mitt yfir svona weird gaurum og flest ykkur að gera þetta ég hef örgulega gert þetta eitthvað sko. Það white knight, þú heldur og sért að bjarga gælni þar að þú ert vinur hennar skilur þessi gæla er kannski að reyna okkur að gera á balli og þú ert hliðin á henni skilur hún er alltaf drukkinn og ég skal bjarga henni frá þessum gaurum hérna í raun og veru er þetta uber cringe og hann fær aldrei action, that's the thing sko. Og þú veist, ég á margar vinkonur en þú veist, ég er ekkert að fara ef ég sé hana að reyna að vera gaur þá bara good luck og þú veist, ég er að fara að reyna að vera eitthvað gælu á djáminu, skilur ég er bara, I ain't got time for that shit ekki nema hún, þú veist, það eina skipti sem hann stígur inn í, ef vinkonur fer bara gefið þetta andlið, þá bara ok, já, hei, Ásdís, ef við ekki að fara hérna að hitta krakkana eða eitthvað svona en oftast þessi white knight náttúrulega skotin í gælunni og þannig að hann kann ekki að get in there eða þú eru ekki eitthvað, þannig að that's his tactic það er að koma 10 mínútur another button já, en það hefur gerst samt við mig sko, ég neymdroppaði vinkona mína en þú veist, það hefur gerst við mig að það var einhver já, hún var ekki að tala um eitthvað gauður og svo bara nei, það var ekkert eins og það var sko ég var að dansa með vinum mínum og
það sem gerist var að það var eitthvað, hún var fyrir aftan okkur og við sáum ekki til hana það sem gerist var, einhver gaur kom upp að hann og spurði hvað mótil ertu og hún svaraði og bara, já, ok, og gaurinn tók bara utanum hana og ætlaði bara að labba eitthvað með henni og hún horfir á mig bara þegar þau löbbuðu fram mig og bara help me, sko, og ég bara greip í það, skilur já, fucking stelpur bara stundum gerist bara weird shit, skilur Jesus, það er en allavega Anna White Nights baby þessi gaur var svolítið þannig og þú varst augljóslega þessi stelpa vildi vera sko, já, ég var að tala um þessa stelpu hérna á Snapchat eitthvað og hérna þannig ég held að ég geti bara kíkt hana og fæst líka eitthvað svona hún er mjög drukkin þannig að þú veist, ég var ekki drukkin en ég ok, ég er definitely að fara í sleikju með það og something og hérna ég man ekki alveg hvernig sko, að því að sko mín saga er lengri heldur en þín saga að því þú varst fullur og ég var hann ég var valla fullur og by the way ára hann fyrir hendi myndir strætó hérna þetta gerist alltaf rosalega rætt, ok? Já, fyrir þig að því þú varst fullur en allan sko allan við vorum hann að labba niður og það var hún, þessi strákur White Knight og vinur þeirra sem var actually bara frekar chill gaur það var good guy og ég tek eftir að það eru ykkur gæjar hópar af gaurum sem eru svona að reyna að pikka fight við alla og sko eftir svona 10 mínútur að það sem við vorum hana þá kemur einn gaur og svona byrjar að íta í gaurin sem við fílum the good guy skilur við sem við fíluðum og ég sá þetta gerast og ég hrindi gaurnum og svo bara hvað er þetta að gera big mistake og það áður en ég vissi að því þá var bara félagans komin og þú veist þeir tveir bara hendi mig niður og ég var alltaf inni bara komin í slag skilur við og það ég var bara hann að liggjandi á gólfinu og fokkin löggan kemur hleypur og break us up ég snými við og löggan bara að taka þig og what the fuck happened og þetta gerist rosalega hratt í minningunni en þú veist, já, ég er náttúrulega gotta protect my boy, skilur þannig að ég bara, hvað er þetta að gera ég ætlaði ekki að fara í slagu hennar gaur en þú veist, ég vildi bara make sure hann sé ekki að fucking honum já, það sé ekki að þetta fer ekki lengra en þú veist, þetta fór mikið lengra þá þessi gaurar voru bara að leita sér að slag sko. og 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 eftir á, það var svo fyndið að tala við þig og Arnar, sérstaklega þig að því þú varst bara eitthvað, já, gaur, sorry ég gat ekki hjálpað þér, en þetta gerði svo hratt og ég sá ekki til, en ég hafði 100% hoppað inn í þetta með ég hafði fucking 100% hoppað inn í þetta með ég var svo tilbúin að fara að fucking berja þessa gaura maður, og já, ég var og svona bara, þú veist, ég bara fyrir segið, þú voru ekki gert shit ég veit að ég hefði líka ekki skert þig I don't think I said that, sko já, þú veist, að því þú stóðst hana það var hópur í kringum okkur og þú stóðst hann og bara hei, hvað er að fara að gera bara langt í byrstu og ég trúið samt að Arnar hafði hoppað inn í þetta en hann sá þetta ekki gerast sko. ég held að ég var ekki að segja þetta því ég hef ekki gert mikið sko. ég hef reynda að reynda að hjálpa þér en það bara ekkert ég hef lent oft í svona næstu í slögum og I wanna punch somebody ég hef aldrei lent í eitthvað svona crazy shit já, ég manna eftir einu balli en það er ennum með smokkin já ég held að ég er fara að landa í annars lag út af einhvernum já maður, ég satt hann okkur sem Halldór eða eitthvað, hann var með vodka í smokk og ég bara eitthvað, wow, hey, hvað er það með hann maður hann spjallaði mári, ég hann er cool, whatever hann hitt crazy sögurum hann skilur og svo bara tegur hann smokkir og spreita vodka andlið mitt, þannig og ég tek hendur upp í krók skilur og það mýr ítla til mig í burtu þannig ég fekk ekkert að hafa gaman skilur það var over og þeir taka okkur saman á baðherbyggi og það ég bara, þú veist nei, en sko, við fórum að baðherbergi og hann fucking kemur og þá byrjar hann að vera með sko, hann byrjar að þú veist, hann byrjar að vera með hann ekki stæla heldur, svona, hann byrjar svona skilur hvað ég við peacock já, þú veist, það er svo kassan upp og svona að reyna að vera harður eitthvað og svo kemur bouncerinn og stoppar þetta af, við þekktum hann gaurinn, en hann já og síðan eftir það going back, búin í bardaðan ég er með peacock ég er bara svona hæja á nefndarlín sem var sko við leiðum svo guilty það sást ekki það maður ég hafði verið í slag og ég var, þú veist, það sást ekki það mér en það var eitthvað við það sko að adrenalínu, ég bara svona shit, þetta er svona frekar finnur þetta fingertip sko ég var svolítið, já lága ekki bara að taka einhverja gælu upp og I'm out of here já, það var svolítið klíka tilfinning en þú veist, þegar við vorum að fara heim
þá er Já, það komið kvöld og eitthvað og við erum komin hérna hjá strætunum á hérna Hlem og hérna við erum að labba þar og eitthvað. Ertu ekki að segja það? Nei, ekki á Hlem. Around, nei. Nei. Við erum að leiðinni þar en around there, ég veit ekki hvað Ég veit ekki, sko, again Reykjavík don't ask me, en við vorum að labba hana og við vorum að fara heim, þá var núna var það ég, þú þessi gælla sem vorst að reyna við allt kvöld og simpin hennar, og við vorum að fara og þannig að þú ákveður að meðan við vorum að labba að reyna bara að hendi sleik í gæluna því hún var alveg utan með þig og hún var svo til í þig og svo gaurinn ætlaði bara að fucking fæta þig. Ég fer bara inn og þá kemur hann ekki wow, hey, hvað er það að gera? Og ég bara, hvað, Nei, það var bara gaur, ekki, þú veist, ég var undan ykkur en ég sá ekki nákvæmlega hvað en þú veist, ég sá, hann var bara tilbúin að fara í slag við þig og þú bara, hey, wow, ég vissi ekki, ég bara, hann sagði, við erum fucking saman. Till this day var ég svo annoyed að þú komst inn að ég langaði, ég totally I could take this guy, ég var búin að landa í slag, þú veist, totally ready, búin að fá my daily skamt, eða, þú veist, my yearly skamt, eða, þú veist, whatever. Yearly skamt. En þannig, og ég var bara ekki að nenni þessu og ég bara, Friðrik, förum, it's not worth it. Sem að totally skilja núna, sko. Ég var samt svo, þetta var eins og, þetta var sama, skilja, ég gæti næstu í lendi ykkur og þú bara, en þessi gælanafla, ég er ekki að fara út í þetta, en hún heldur hún sé eitthvað svona pathological liar eða eitthvað, því ég 2 önnur skipti eftir þetta reyndi að hitta hana eitthvað og þá var hún greinilega, að reyna svona do something with me, en svo var með kærasta og svo kannski ekki eða var kannski með kærasta, þetta var rosalega confusing og svo bara kom hún alltaf svona aftur í límit og ég bara enda með að blokka hana, því að það var alltaf bara svona þessi, sko það er einu önnur stelpa sem er í háskólanum, þú veist, og þegar við erum að djama saman svona geggjupersona, og finnur sér alltaf einhver svona lúða sem er svona, þú veist, einhvern algjörn nörda sem verður svolítið simpinannar fyrir kvöldi, sko svo sé ég ekkert meira til hennar, en þetta er alltaf sama sagan og mér finnst mjög áhugavert að horfa á þetta. Það er eitthvað, þar hún bara eitthvað svona lúða til að vera með sér. Interesting. Ég er að mig í sprengjana, sko. Þegar ég kemur baka, we gotta pop on the button. Gauður, ég pissa á höndina mína. Wow, ég vonaði að það fucking þegi. Já, of course. Of course. Það var eitthvað fucking mynd þar sem var the main villain í myndinni. Ég held að það heitir Shape of Water myndin. Actually já, ég hef ekki að segja það. Gaurinn var bara, sko, alvöru karlmenn. Þeir tvoður sem hendur hann annarkvort áður eða eftir að þeir búin míga, en aldrei bæði og labbaði síðan út. Hann sagði þetta við the cleaning ladies. Ég gera ógeðslega oft áður. Það er bara svo skrítið. Ég bara báður eftir. En ég var að spyrja þig að ég minnst það bara fyndi svona shit sem ég geri sem svona gerir annar fólk þetta. Ég var að pissa, right? Og buna var bara svona lítilskinn og var ekkert eitthvað svona crazy mikið þrýstingur. Þannig að ég var svona stressað að myndi fara á buxurnar, right? Þannig ég set hendina skilja undir tippi og passa buxurnar og þá pissa ég hendina minna og þannig að ég stóð hann svona 15-20 sekundur að pissa og það var bara að pissa á my hand og ég þurfti bara svona verið í þessu stellingu svo eftir að, do the old shake og þá Nei, veistu, ég hef aldrei lent í en það er örugglega að finna einhverju svona góða lausn á þessu vandamáli eins og svona funnel eða svona rör sem þú setur á tippið og þá bara pissar í gegnum röri og það bara leiðir að, skilur við. En það er ekki oft, en ég þurfti ekki mikið, þetta er bjórinn. Þú veist, ég var ekki að pissa mikið, en ég þurfti að pissa ekki mikið. Ég feel mig. Það rennur gegnum mér svo hratt, það bjórinn gerir það. It's a problem. Og ég er samt seriously byrjar að halda, ég er örugglega með eitthvað típa IBS. A little bit, sko. Hvað er það? Irritable bowel syndrome. Já, ok. 100%, að því sko þegar ég þarf að kúka, þá er það bara núna skilja, það er bara mér í eitt líf það er bara en ég get haldið inn í rugg lengi en það er, þú veist, ég er ekkert að pæla öðru allt í botn á enga bremsur. Ég lendi í þetta vinnun daginn, ég er í aukavinnustöðum á mánudum sem í eldum rétt, þá bara fer ég og sæki svona Ford Transit og sækja eitthvað 70 pakka og svo er ég bara að fara í Grindavík og Keflavík með mat fyrir fólk. Já. Og ég þarf að mæta hana klukkan 11 og svo chilla hana bara í röð til að sækja matinn
og ég var búin að vera svona 20 mínútur og ég var, þú veist, bara ég vissi að þetta kúka og ég var bara stressin og svo kemur stjórinn með lappar upp eitthvað öglíkur og blessaður og ég bara ég þarf að kúka með annars bara góð, sko, hann bara close bara hérna, þannig ég ætli bara keiri burtu, en þú veist, ég næja að halda í 20 mínútum, en leið og ég komin inn á N1 og teki hurðina, skilur bara að hrista og þú veist, ég læsi hurðinni og en ég er svo mikið ég er svo retarded, ég samt sæki AirPodið minni fyrst, settu í eyru because you gotta have a fun shit, þú ætlar ekki að kúka with no little podcast og svo sest ég niður og bara immediately bara you feel me? Hvernig kúkar þú? Er aldrei stress? Ertu bara kúkara bara með mokkan og bara ekkert mál, skilur? Ég er svolítið lengin á klósettinu að því ég bara Ekki að íta eða eitthvað? Nei, ég bara kúka og síðan sko, stundum sittum við bara hana. Ertu með símaðin í hendina? Já, sittum við bara eftir að bara búin að sturta niður og skenna sig og bara sittum við. Þetta var one of those things sem I get it, I guess, en mamma er eitthvað óþægilega weird með þetta, þú veist, það var alltaf eitt klósett að heimilinu, þannig ég fer kúka og gerir þetta, skil, og ég er kannski 20 mínútur all together, það er svolítið mikið, ég gerir það ekki lengur, en segja kannski 10 mínútur eða eitthvað að fyrir að kúka og TikTok og svona, en eftir mínútu þá er hún, þetta er það að kúka bara every fucking time og þú veist, bara mamma, þú veist, fucka er Nei, hún er æðisleg kona samt ég sakna hana mjög mikið ég er ekki búin að sjá hana í langan tíma podcast sem ég tók með hana var mjög skemmtilegt af því ég hef verið að gera þetta í mörg ár, bara pushing the limit af hversu hreinskilitlar með mömmu minni, skilur. Unironically, eina podcastið, eina tveimur podcastið sem ég hef actually nefnt að hlusta á en mamma mín og hvað heit? Hvað heit hana? Hvað fucking heldur þú? Dagný, já, ég sagði Dagný mér finnst það lélega þáttu, sko. En það var á way back þáttu 13 eða eitthvað, sko. Þú veist, núna verða way svo skemmlega líka mér langar eiginlega bara tala við Dagný djamsögur og pírata shit hún á endalaust að djamsögum þú getur sagt það bara og líka náttúrulega ég er búin að geta svona lengi núna en ég veit svona það eru svona hluti sem þú segir við gestina ára byrjum og svona to make it comfortable og svona og hvað getur talað um og svona þessu hvað, þetta ég er með lista á gesti sem ekki koma á það sendi ég lista bara svona tips maður, ég fekk ekki að sjá þennan lista because you don't need to já, opna listan ég skal opna listan mér langar að vita hvað lista þú hafður ok, 1 viðtalið er líkt við samtal ég er með einhverja spurningar tilbúnar en samtalið fer bara eins og það flæðir já. Af því ég var þú veist, eitt svona viðtalið sem ég hata er með Mark Kislick að ég var með svo tilbúnar spurningar og bara hérna að hann vildi ekki gera viðtalið nema ég væri bara geðunum spurningarnar og það mér finnst það bara ömulegt mér finnst það bara I'm not an interviewer skilja þetta er bara svona skemmtilegt spjall 2 við getum alltaf stoppað og tekið pásu Númer 3, hann má segja hvað sem er hann má blóta, hann má fucking kúka it doesn't matter Númer 4, ef þú vilt að ég klippi ekki út sem þú vilt ekki hafa netinu þá er ekkert mál Respectful Númer 5, við skjótum að klukkutíma en getur verið eins lengi og við viljum ég er ekki að breyta þessu í 2 klukkutíma mér langar að skjóta 2 klukkutíma við erum að stefna svolítið hátt sko. This is no problem sko. Númer 6, þetta á að vera gaman þannig ekkert stress það er svo simple og líka náttúrulega búin að gera þetta svo ofta svona, þegar fólki koma í búin að þá gerir svona these couple things og bla 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 en eins og með Dagný þegar við tókum þáttinn þá var þetta eitthvað svo óþægilegt fast mér sko Þetta var líka, þú veist þú varst búin að gera þetta ekki lengi og þú varst ekki búin að fá marga gesti og svona mjög fá gesti, ég ætla að tjekka hana tjekka nýja þættina með Sip nei, hann er ekki nýtt lengur en að þátturinn sem Dagný kom var númer sko 19 og hún er bara myndband með 2 á channelum mínu og þetta var 36 mínútur, vá svona sko en það var líka bara, þú veist ég var í stól hér, hún var í sófanum hérna tölum Slovakíu og eitthvað svona pretty fun sko en next time er það svona 2 hours at least og bara djamsögur, crazy Dagný sögur, píratar hún var fullt af ég held það sko disappoint sko hún kemur eitthvað júni, júli eða eitthvað apparently tilbaka þannig að það verður fun sko, það verður fun look out for that en við erum búin að tala um valentínsdaginn já, við erum búin að vera að tala um það manstu þetta var svoleiðis í grunnskóla svona kort, manstu þetta því hvað er svona
eins og í Ameríku á Valentine's Day þá gefur kort til alla eða til Nei, það var nei. ekki Það var einhvern tímann í FS það var hægt að kaupa rós sanda einhverjum og gefa já. skilur En það var eitthvað kortadót, var það bara með jólin eða í grunnskóla? Já, það var jólin sko. Okay. Það var allt annað Sko. Manstu þetta kynfræðslu í grunnskóla? Já, ég man eftir því frá Eiðstöðum ekki frá húr ég var svona að reyna að rifja upp daginn og ég man bara eftir því það var bara diseases, hvernig setja smokkin á that's it skilur svona, ég spjalla við gaunum daginn svona, af hverju, það er eitthvað að tala núna ég veit ekki, en svona healthy samband skilur gott að tala kynlífi kæristuna skilur Já, segja hvað fílar og segja hvað fílar ekki og allt þetta dót og svona aftur mjög gott tipp fyrir ekki tjókan ef hún hafi ekki talað þetta skilur einmitt, ekki vekja nöpp taka beltið og byrja að nota á berðina með því nema þeir eru bara fyrirfram búin að segja að þú veist hún gæla fílar en þú veist það bara fyrirfram búin að tala en það er samt svo gott bara og ég ger þetta náttúrulega alltaf áður en ég segja gælu að fucking bara tala við hérna fucking kynlíf að því, þú veist, stemningin verður svo miklu þægilegri þegar viti bæði hvað þið að gera og þetta verður svo miklu betra og það verður ekkert weird shit going on að því þið hafið talað það, skilur við Ertu að gera þetta í rúmunu? Ertu að gera þetta á bílnum með mömmunni? Fyrirfram Já, ertu að rúndinum bara eitthvað svona séð? Hæ? Veist, hvað ertu að gera þetta? Nánast bara eiginlega áður en í hituna That's very nice, good moves Já, þú veist, fuck it, why not en þú veist ég hef ekki gert það nógu mikið með sko ekki svona nema þú veist eins og þegar ég fyrir niður að stelpu skilur þá verður að spyrja til allar auðsni bara svona lengi sem sko þið eru búin að tala það fyrirfram þá verður þetta miklu betri upplifun skilur við að því enda þegar þegar þú veist kynlíf er tveggja manna leikur skilur við þú veist Nei Þið verður bæði að vita hvað þið eru að gera skilur Það er bara þannig Geir, ertu með svona eitthvað mannstættir eitthvað embarrassing stelpu shit í grunnskóla nema bara Manni eftir, já, er ég að fara að tala um það Nei, I know a couple Herru, manstu the boob game Erum við að fara að tala um eitthvað shit sem er alveg bara rosalega spicy I don't know Nei, kannski ekki Ég veit ekki alveg hvert þú erum að fara Nei, sleppi mig Ég man það ekki eftir því og ég tók örglega ekki þátt í því Nah, I don't think you did Cool enough Nei, man En mér finnst það alltaf að finna að hugsa tilbaka svona þetta don't shit where you eat Þú veist, ég reyndi við alla vinkonum mína skilur það er bara svona sem við hlena það skilur Já. En svo er alltaf verra því þú veist, þeir kannski hittist og það er gaman en svo er það líklega spúið og þá er vinahópin all split up og eða bara sem gerist alltaf bara virka ekki skilur og eitthvað svona kjaftaði Já, það er náttúrulega sko þegar þú ert í grunnskóla að við erum einhversu sambandi þá er eina fólki sem þú raun og veru hittir er bara og í bekknum og eitthvað slúðis fólk í félagsmiðstöðinu og eitthvað svona þegar þú ert komin í háskóla og aðeins áfram eftir bara áfram í lífinu þá ferðu það ekki að hitta fólk fyrir utan vinahóp sem miklu meira en þú veist, mér finnst þú veist, það er mjög mörg góð sambönd sem þú veist, þau voru vinir fyrirfram og síðan byrja í sambandi, skilju Já, sá Kiri Vili, varst þú með eitthvað svona Bara með hvað? Sem eitthvað childhood crush sem við náður aldrei að fá sem bara washed away Já, fullt Ekki? Jú, já, það var margar All of them Ég man að það var einn stelpa sem við veist eitthvað svona gerðum eitthvað svona cute shit í svona frímundum eitthvað og ég kom heim og ég bara we're set yeah, I found her we're good sko við erum bara í sambandi við erum bara góð sko ég var alveg í sjötta veg og bara svona nýstelpa með henni ég bara we're set, it's all good I got it locked sko it's a done deal allt svo simpul á maður Láka þeir ekki að fara aftur í grunnskóla? Nei, alls ekki Gaur, ég
ég svo fegin og ánægður að vera í háskóla þú bara myndir ekki trúa því sko. það er bara grunnskóli FS saknaði þess ekki neitt ekki skólan sko. Ég sakna svona fólkinu kannski nei, ég sakna svona menntaskólastundunum með þig og þú veist okkar vinahóp en ekki neitt með skólan að gera og alla krakkana þar bara því miður en ég held að það sé 100% romanticized þess að því segir svona vildi fara aftur í grunnskóla mér leiði aldrei mér langaði bara að vera eldri þegar ég var í grunnskóla Kissi, fuck off Kissi Þetta er kannski ástæðan að fólk tegur ekki 3-hour podcast Steam Þetta verður fucking órólegur Kissi Fuck off Það verður óþekk núna Nei The fuck else do we talk about man Það er bara svona Akkur byrjar þú ekki podcast með Akkur byrja ég ekki podcast af því bara ég hef nóg að gera taka fyrir Já, maður er í háskóla Þú náttúrulega ert á leið bara þér langar bara að fá vinnu með the government so they can pay for your kids Eða sko ég var náttúrulega að vinna ekki fyrir tróði sem var en þú veist, ég var ekki eins væg en það er ekki eitthvað endastæður skilur en með þeirst, ég er svona 8-4 gæi, skilur ég er bara svona heldur það sé bara út af þú svona út af pappaðinum svona eða er eitthvað svona við hennar stíl sem þú fíla bara að geta alltaf að koma heim það var líka bara, þú veist ég fíla svona að þetta sé consistent og þú veist ég er búin að prófa til dæmis 2-3 og það var bara ekkert alveg fyrir mig að taka 12 tíma fucking vaktir og síðan stundum var ég frí, stundum var ég ekki frí ég frekar vil ég bara hafa helganar og ekki vera að hugsa neitt sko. Þegar þú varst á 2-3 upp á velli varst það skipta á nættu áttum í dag? Já Það er akkurat sem ég nefnilega er að fara á 2-3 fyrst skipti í lífinu það var sem sagt, þú tókst upp á velli þá var það þannig að þú tókst ég sagði það ekki já, þú tókst held ég oftast var þannig að þú tókst 2 dagvættir dagtartörnir og síðan eina nætuvættartörn sem var 2 vikur það hljóma alveg worse ég er að fara í ég er búin að vinna 4-4 5-4 mér það fínt sko ekkert svona en þegar þú ert að vinna í 5 dagar þá þú veist á síðustu 2 dögunum það er einu sem þú að gera that's it sko ég er ekki að pæla lína öðru really, sko. og eftir að í mars þá er ég að skipta fyrirtæki ég er að fara í lagning.is sem er bara the base parking competitor skilur for switching sides að núna ég er búin að segja þetta it's good sko ég má segja þetta og ég ætla ekki að segja all the story en þegar ég kem heim frá Amsterdam þá var ég að svissa í það að vinnu og ég hef aldrei verið 23 áður en þetta er alltaf sama og ég er nú þegar búin að vera 4-4 í hálft ár núna og mér finnst það bara fínt, mér finnst gaman að vakna snemma og þetta er svona þetta er ekkert eitthvað crazy erfið vinna þú ert að labba mikið sem ég fíla þó það sé crazy verð, not that hard sko, þú fer inn í bíl, fer út í bíl skilur og þannig að ég held að 2-3 og ekki svissa millir nætu og það var eftir ætti að vera pretty good skilur en we'll see, kannski eftir ári er ég bara en maður var að prófa svo sétt og ég sótti vinnu í Gríklandi ég sagði þér á og það var einhver félag mér að fá svar úr í og ég fekk ekki so I guess I don't get it en þetta var svona telecommunications þetta er eitthvað fyrirtæki sem býr til content fyrir bara miljón fyrirtæki í heiminum og þeir voru að leita ykkur íslenskum mælandi sem geti unni við marketing team út í Gríklandi og þeir borga fyrir mat og gefa húsnæði og svona sér það hefur verið klikkað í allt inni bara ok, ég er ekki verið nýja stúdíu ég er að fara til Gríklands síða ef ég fæ já frá því þá eiginlega svona I gotta do it þá það myndi breyta everything in my life núna ég held að það sé svona experience sem getur ekki samt neyfið og bara það var interesting sko að vera ykkur vespu í Athens það verður örgulega mjög töff upplifin fyrir því að vera partur af ykkur 100% líka í marketing team ég væri að búa til content fyrir fyrirtæki sem er bara ykkur staðar í útlendum þar sem er gott viður oh my god fara strandina alltaf bankrupt ass country en í ógeðslega fallið veri og þetta er Gríkland er fallið land samt sem aður skilur en þú mann farið í nágrununa þú er farið með skólanum til hvað var það aftur ég fór í FS þá þau sendið mig út þannig að ég ykkur svona
þau gerðu það 2 svar að það senda mig út í þriðsvarinn, en það þriðskiptið var allt annað, senda mig út í svona Model European Parliament þar sem þú veist það er krakkar sem koma frá mismunandi löndum og þau svona, við svona gerum svona mock European Parliament eitthvað stuff sem var actually já, þetta er það en það var actually super gaman í fyrsta skipti fóru til Ríka síðan skipti fóru til Danmarkur og bæði bara sjúklega skemmtilegar upplifanir og það er ein vinkona sem ég á sem er rússnesk, ég tala við hana ennþá daginn í dag, bara heyri ég henni og spjalla og svona, hún er reyndar í skóla í Amsterdam Við var ekki Dagný líka með þessari ferð? Hver? Dagný var í fyrsta skipti, já hún var í skiptin á mig í seinna skipti Oh my god Ég er bara drukkin Ríka, where the fuck is that? Hvað er Lettlandi? Já Hvað er það nálægt? Vá hvað er Right, ekki Þú veist, ok, það er Rússland og síðan koma þessi þrjú lönd þannig Ísland, Lettland og Litáin ég man ekki Yikes Já, þetta er sem sagt þar In there somewhere Þú veist, þú varst náttúrulega rosalega into politík og allt þetta at the time, ég man eftir því, sko Já, ég er svona ennþá pretty into it en bara, I don't know Það er ekki að tíma ég hugsa endalist Það er bara, ég er bara upptekinn Það er bara, þú veist, þetta er bara þú veist, ég er að fylgjast með núna en ég er ekkert jafn grófur í þessu og ég var, sko Varst ekki það Já, ég veit ekki, þú varst ekki það ómikið eitthvað svona Mér varst Dagný alltaf að vera svona þrýsta niður skónum í fólk og svona stundum en Dagný var náttúrulega miklu meiri aktivisti heldur ég var nokkuð tíma skilur ég er ekki aktivisti í eðlu mínu ég er með bara gamna svona rökraði og tala við fólk alls konar ummyndir Akkurat með eins og ég var að koma frábætt einna beautiful eloquent point á hann með hann Black Lives Matter Wow maður, ég held að ég hef mist nokkra heila selur eftir að herta þetta þegar ég byrjaði að segja þetta you know what, þegar ég hefði átt að tap out sko, ég var búin að gleyma helmingin að detail sko. ég var að reyna ekki að fokki roastaði fyrir það sem þú varst að segja en þú veist, ég bara gata ekki þannig, gauð, maður á að vera roasted sko maður verður að roasted maður ég bara, hvað er hann að tala um akkur núna gauð hvað er eitthvað svona sem við erum missing í Valentine's úti við erum búin að tala um sko við erum búin að tala um hérna, hefur þú ekkert maður pikkað upp gælu svona, kíkt að djammi nei, og ég bara finna það út að það er ekki fyrir mig að fara og tala um gælu á djamminu, að því í fyrsta lagi ég drekk náttúrulega ekki það er þeng sem við hefum að segja á hann sko, við bara ekki að know this Já, ég drekk náttúrulega ekki, þannig að tala við, reyna að pikka ykkur gælu verður að gera svolítið snemma svo þú veist, at some point þú finnur fólk sem er ekki búin að drekka ómikið en þú veist, ég vill ekki mér finnst þess mjög skrítin tilfinning að reyna að tala við ykkur gælu sem er alveg mjög full og ég er ekki þú veist, í sama ástandur mér finnst það bara weird, það er kannski ekki weird en mér finnst það sko og það er nóg fyrir mig að vera bara nei og í öðru lagi, þú veist ég veit ekki, þetta bara er ekki einhvern veginn fyrir mig að pikka gælur upp á djamminu þú veist, ég náttúrulega læriði svo mikið game þegar ég var krakki eitthvað svona en ég hef aldrei bara fílað þetta skilur að vera á djamminu og svo ok, fyrir mig núna Já, ég er miklu meira sko bara, þú veist fara, maður svo er gælur og tindir fara á date og hafa gaman og síðan Nei, ekki segja date, fara á kaffibrennsluna alltaf og síðan, já alltaf fyrsta date kaffibrennsluna Findur að játi sig, þannig að þetta er svona gaurar með svona eitthvað tricks falla alltaf saman stað og þú er ekki að segja Já, þú veist, áður en ég fór að data Jasmine þá já, þú veist, við vorum vinir í alveg fucking langan tíma áður við ákvæmum að hendi það en þú veist, hún róstaði mig fyrir að taka sko 3 gælur bara dag eftir dag á saman stað og ég bara, þú veist, hvað heldur starfsfólki þú veist, er ekki farin að vera hann er bara mikið af vinkonum popular dude, sko en mér finnst það svona svo hilarious, ég hef aldrei farið ok, ég hitt hennar gælu þegar ég var 16 eða eitthvað kannski 30 en ég hef aldrei farið á 3 dates in 3 days það var bara að 3 dateinu eftir ekki bara smjör, ég get sagt hvað sem er þú veist, þetta er náttúrulega mismunandi manneskjur, ein af þeim var hræðileg en hún var ekki hræðileg, hún var bara
Við tókum pásu á hann var alveg, fuck, hún aftur að ringja og drepa sig með henn en hún bara, þú veist ekki alveg góð stelpa en þeir bara passu ekki saman við passum ekki saman, það bara that's it hina tæstelpun voru mjög áhugaverðar og skemmtilegar já, náttúrulega er þetta kærastæðin hann að Jasmín? Við erum ekki búin að skilja svona kærustu par í fyrsta lagi, þú veist, hún býr náttúrulega út í Bandaríkjunum og hún, þú veist, mér finnst bara það þarf að leiða svo smá meira að þroskast áður en það verður bara svona, já við erum kærustu par. Já, það er alveg hittast í sumaröglega eða eitthvað slags. Já, þú veist, maður er oft hugsað að fara út og hitta hana og þú veist, ég þekki alla vinnina núna er ekki gett popular with them? Ég er að fatta Washington í júni ég skal segja hæfa hana en það er alveg svolítið styrla hversu öðruvis þetta er í Bandaríkjunum því að í Bandaríkjunum þá er það þannig að þið farið þú hittir gæja fara fyrsta date, annar date, þriðja date og síðan eftir það, þá eru bara kærustu bara, þetta er kærasta mín, skilur og þetta er ekkert eins á Íslandi, þetta er bara þú veist, á Íslandi eru við miklu meira þú veist, ok, við erum að deyta í 3-4 vikur, mánuði og núna eru við kærustu bara, skilur samt, þú veist, ég held að sé alveg bæðið, sko ég held að alveg fólk, þú veist ég held að það sé miklu algengara taka miklu slower, sko slower, eldur en, þú veist en líka, þú veist, það vilja þess að þú getur ekki, þegar þú veist, fullorðin 20 plus kannski líka COVID, I guess, en ég er ekki að hitta stelpu en ég get verið að hitta every other day það er ekki, it's not happening, skilur fólk er of busy, skilur hitti kannski eins og viku eða eitthvað, svo bara see what happens, sko en þar að þú Jasmín er official það er ekki svona official en ég verður hún að deyta hún var super cool maður og af því hún er ennst þá vil ég að þú heldur henni kannski þú langar að tala um hana skemmtilega en já, hún kom inn í 2 vikur og var heima hjá mér hún sat í þennan stól, sko í heilaga stólinn og tókst ekki podcast með henni sem er áhugavert en ég rekordaði ekki taldi nei, alveg eins og þegar við erum ekki að taka þátt og ég fæ gesti yfir þá er ég ekki í þessum stólum mér líður alltaf þessu sér oftast er ég í þessum stól sem er áhugavert þá líður mér þessu alltaf í podcast móti, sko og þá er allt í þegar ég er að taka viðtalið núna whatever viðtal bullshit þá er ég constantly, ok, I got something to ask you, skilur og það er önnur tilfinning þegar ég vill bara chilla og fucking spjalla á mannesku, skilur það er aðeins smúðri, sko já, ég meina en þú ert fucking smúð maður, þú vilja, það er ekki mál að tala ég er mjög smúð en það er í þessari geggjaðri skyrtu en já, ok, ég ætla að poppa hann þú eru að fara úr your blazer ég er ekkert að fara þú ætla að vera blazerunum maður en þú veist við þurfum að sjá alla skyrtuna fólkið vil blazer eru partur af lookinu og ég vil hafa þetta bara svona en ég keypti þessa skyrtu í það var eitthvað ballina sem nefndafélag var að halda upp á hann faraði Miami eitthvað það var svona Miami Vice þema ég var fucking, ég elska að dressa mig upp ég ekki sendið mynd, ég elskaði að dressa mig upp fyrir bara fyrir eitthvað, skilur eitthvað balla eða eitthvað þegar Jóna hefur partí, það er svo gaman að geta dress upp við mættum í kjólum eins og við vorum pilsa ekki kjólum við vorum í pilsapartí eitthvað með hennar við erum öllum pilsum ég veit bara pils, you know how fucking freeing that is ég væri svo til í kalla gæti bara að vera allir í pilsi svo í fucking Írlandi your dicks out, flapping akkurat real nice, real freeing, sko en mér langaði líka bara, þú veist, að fá ykkur husband sem ég geti bara cuddle me, skilur þegar ég var í þessu, eignast krakka og, you know bara að hugsa út í lífið og til bara að fantasize hversu, ok, hvað myndi íta þér að ríða kallmanni? Hvað er svona ekki neitt það er ekki samkynniður þú voru að entertain me hér, þú voru að hvað myndi kallmann þurfa að gera? Ok, núna, hann er að horfa á þetta podcast hvað myndi kallmann þurfa að gera? Sko, hann þarf að treat me right í fyrsta lagi, sko, það er bara, þú veist hann bara take me out for a steak dinner, skilur fucking eða hellinga peningum í mig og svona kannski mögulega gold digger dance já, algjörlega, ég er þar, ég er svona the trophy husband, sko gold digger type þegar kemur að karlmennu, sko þessi gauðir að spila God of War allan daginn er ekki hérna, sko já, ég er bara, sko
Oh my god Ég vil, I want my sugar daddy to treat me right sko, það bara þannig Gæði Vili, Já. hypothetically eigum við að byrja OnlyFans svona sidemen house á Íslandi Hvað meinar þú nákvæmlega með Ok, því? check this out Gaurin, ég er svo mikið að eiginlega tímalínu á þessu podcast en Gaurin sem kemur í viðtal eftir þetta Já. hann er 16 ára og hann pröfaði þess að og hann er í Snap-hóp með þessum gaurum og þið fóru bara á neti fundu myndbænd einhverju gælum að putta sig og eitthvað svona og tala og eitthvað svona og senda á íslenska kallmenn og fengu pening og ég er svo fascinated að því mér langar Rosalega skrítið. þetta er frýr peningur Vili, it's just free money og ég náði ekki alveg svar úr honum að því here's my thinking ef ég myndi gera þetta, right, og ég adda einhver hann adda bara eitthvað svona kallmannsnöfnum á Snapchat bara eitthvað Sigtryggur 49 eða eitthvað svona hvernig veit, þú veist, Sigtryggur, segjum hann en þegar þú sendir myndbænd á hann og svo þarf hann að milli frá þig hvernig veit hann ekki að þetta er þú að því þú veist, hann er að milli frá auður svo kemur bara út nafni þetta eitthvað Vilhjálmur, þetta er ekki Amanda eða whatever the fuck Já, how do I get the money og þú veist, kannski ég gerum eitthvað svona bitcoin eða krypto og eitthvað svona nefna nei sko, þið fengur peningin sko Já, ok Veist, og þetta voru bara Íslendingar þannig að one of these days og ég eftir að gefa ett podcast bara ok, here's what happened Hvað hefur þetta nokkuð tíma að gera með Hype Houses sem OnlyFans Hype hann Houses grætti eitthvað 15 skall á þessu Já. here's what I'm thinking mér langar að byrja OnlyFans en ég bara, þú veist, ég vil ekki fucking selja dick pics að mér eða eitthvað Já. eina, þú veist, támyndir, totally fine third nipple myndir, fetish boys got you, ok, got you Já, einmitt þannig að við komum bara, ég, þú fuck it, Sævar Torfa, hann kemur ég var að pröfa og hérna, fáum einhverja aðra gauðra sem eru yfir 18 og við bara, oh my god, finnum svo leikt hérna, við rentum íbúð í bænum, skilur við eins, veistu hver Wake Up Late er hann er hérna uppi, hann býr með kærastu sinni og einhverju fólki hann býr með kærustunum sín ég held hann sé bara meina núna Er það? Já, ok ég nefnilega keypti annan mánu hjá honum af því hann var með 80% afslátt Já, ég var very disappointed er það er ómikið af honum og ég þekkja núna hann, ég get ekki vera Listen, það er svolítið öðruvísi að horfa bara eitthvað gæja sem þú veist, ekki persónulega sko, ég var svolítið pepp, ég bara ok, ég ætla að köpa mánu ég var einu fuck sem ég var að tala um ég keypti mánu og ég bara, þetta er örugglega geggja svo byrjaði ég svona að skróla og ég gati þetta ekki að ég spjalla við hann, ég þekkja hann og ég bara, þetta er tippið maður, I don't wanna look at this shit þetta er öðruvísi þegar þú Já. farin að þekkja gaurinn, eða ekki? að ég kefti mánu áður ég hitt hann og that was fine Já. en líka hann fekk hérna Klöru Daily Life of Klöru sem hann á TikTok hann fekk hann í vídeo Já, beautiful pornstar sko, she knows what she's doing sko. já mér finnst það svo fyndi að maður getur bara tala OnlyFans, þetta er bara normal thing núna á Íslandi pappim, ég og pappi voru að selja um daginn whatever, þess vegna vil ég bara spyrja Trap House svo getum allir hérna kom hann að mjög gott sketch í sköpunu akkurat það, ég held að ég hef séð þig áður svo leipur pappin út uppbólsmynd og skaupinu var hann að konan opna hurna og það er kallana góðan daginn og hann er svona ógeðslega pen og hann er að segja eitthvað en viltu styðja, hvað var það kansulari karlmenni eitthvað kosta bara 7.800 eitthvað ég man ekki hvernig það var en það var hilarious maður ég var pretty disappointed með skaupi sko þannig að byrjunni allavega Er það? Mér finnst það bara fínt skaup í ár ég var eitthvað ekki með fjölskyldum minni og ég Vilji Netto var með það og svona já og ég elskar sketchi sem var að Víkingur Já, það var fokk, ég fyndi ég fattaði ekki, ég var bara að hlæja þess en ég var ekki að fatta hvað það var Ég sýndi mér þess að Jasmine þetta þau eru að gera grín af skilur hvernig hann bandaríkjumenn myndi tala íslensku og hvernig þau myndi ef Disney myndi gera svona brenninál sögu skilur að þau tala akkurat svona skilur sem er super cringe að því þú eins og í God of War það er helling af íslensku þannig og stundum er þetta bara hvað ert að reyna að segja það er bara hann líka Vilni og hann kemur á poti eventually ég fíla hann í tætli sko hann er á listanum og ég var að spjalla með hann bara að ég vildi fá hann í cool nýja stúdíu skilur og hérna nú er hann bara hann er sjónarpur bara í milljón þættum þannig að hann kemst ekki eitthvað lettilega sko. Það er gott hjá hann. Já, það er bara til að spjalla með það ég held að hann er á leið til að vera svona næsta Pétur Jóhann type sko. Svona, það er bara virkilega þekktur bara
ég og Arnar fór akkur á Pétur Jóhann comedy daginn Já. hvað ég þetta ekki, óhemlaður eða svona og hann var bara svona, þetta var eins og svona one man show svona, hann var bara að tala líf í COVID og eitthvað og svo var hann að líka að djóka og svona fucking hilarious sko. Ertu ekki big Pétur Jóhann fan? Nei, ég hef aldrei, ég er með sko confession Þú þekkir það bara ekki Ég er ekki mikið big fan á nætuvaktinnar eða vaktinnar yfir höfuð Oh my lord Tippi Ég horfði ekkert mikið á Íslands sjónvarp growing up af því að náttúrulega útlenska móðir og pappi var eiginlega ekkert að kaupa Þetta er eitthvað eina íslenskefni sem ég fíla Þannig að fyrst skipti sem ég horfði á vaktinnar var þegar ég var sko 18 ára að vinna upp á velli af því það var bara alltaf í gangi Ég held að þetta er svona childhood memory líka með sko og svo kom ný seri og allt þetta dótskilur en ég meina þú horfður ekkert Íslandsdæmur ekkert svona ekkert mikið, nei ég er alveg svona blasinu, dagvættin og það og strákanir og svona en allir íslenski svona barnaþættir þegar eins og Sævar, hann er akureyringur allir akureyringar er með svona þeir eru svona old school Íslendingar við þekkjum öll lögin frá barnalögunum og hann er Kódekar City ekkert hvað hann að tala ég horfði á Latibæjar og Pétur Jóhann that's it, that's all I got ég horfði mjög lítið og það er svona skil ég ekki fólk sem horfður á fucking Disney myndir á íslensku for fuck's sake sömu leikurunum í 50 ár þetta eru sömu voice actorinn skilur í öllu sjá þetta Hatta Pattason hann er bara nýju Disney King í Íslandi veistu hvað hann er, hann Hatta Patti? Nei hann er núna orðin rapparislega söngur og something en hann var rosalega frægt snappar og ég hitt hann þegar þú lentir í þessu fæti og ég fór í kötu ég fór ekki í hana en ég hitt hann þar og hann þekkti mig en ég man bara eftir hann bara fyrir snappari en nú er hann bara rappari og er í kvikmyndum hann er Spiderman í teiknum Into the Universe það er rosalega áhugavert hann er voice actor fyrir Spiderman í Íslandi og ég meina ekki hvað hann eventually hann er pretty funny sko anyway, hvað var að tala um þetta fyrir þetta? Íslands stefni, trash þú veist, íslenska Disney myndir ég horfði á Disney myndir það eru mjög margir sem verðar fucking defensive ef þú segir bara ég horfði á Disney myndir á ensku þegar ég var þú veist þetta er miklu betur á íslensku ég er bara svona, er það samt? Dóra á íslensku sökkar ég hef séð allar Dóra sérinar allar áhugavert já, Dóra náttúrulega talar íslensku og síðan sko annað tungumálinu er enska sem er ekki, it's not the same thing sko, ég fíla ensku spænsku versioni ég fíla það líka að ég er búin að segja, ég held að það séu 5 eða 6 seríur ég var big Dora the Explorer fan growing up sko, ég var big fan ég devoured it og svo þegar Guðdís var svona 4-5 ára actually, og þetta er one of my favorite memories með henni og hún ég ætla að fá hana að bókast ekkert hún er 10-11 ára eða eitthvað núna mér langar að fá hana ekkert til að vera bara yes! Því hún talar endalust og þannig að hún var funny en þegar hún var kannski 3-4-5 ára eða eitthvað þegar mamma og þeir voru komin á hún það bara tók ég hana sat on my lap og var með Tubi sjónvarpskilur og kveita Dóra því ég var búin að downloada eða torrenta og ég þolda ekki kind at the time en ég vissi svona in the back of my mind ég var eftir að muni þetta og núna elska þessa minningu og þannig ég er búin að sjá every single episode af Dóru allan að tvisar Ertu impressed, Vili? Ég er frekar impressed ég er ekki búin að sjá every single episode en ég er svona big fan of Dora the Explorer oh yeah come on vamonos, everybody let's go er það að segja nappi ekki nappa fucking Christ sko Jæja, en talandum nappa já tími shit ég er með 2 þannig að ég bara taka alltaf ég er með 1 já, ekki bara hversu mikið belly button hair ertu með? Ég er nýbúin að raka mig sko ég er með svolítið mikið ég er nýbúin að raka alltaf mig sko það var gæðan sko já, ég með er eitthvað final topic sem við viljum tala kalla þetta gott ok, rakað þú þig mikið því ég maður tölum ofta þetta mikið þú ert með incredible bush þetta er gott topic fyrir að loka Valentine's Day sko, einhvern tíma hafa sagt við mig Vili, það mun engin gælan en að táta þig ef þú rakar
ekki og þá var ég ekki búinn að sofa hjá Ég held neinum. að það var ég sem sagði Já, þetta en það er algjört bullshit af því að það eru alveg til í það þótt að sé dragar en ég snirti þú veist, en ég er ekki mikið fyrir að líta út eins og ég sé 12 ára ég fíla það að ég sé bara hairy guy og það er bara allt í góðu, skilur við hairy legs alltaf, við vorum allir í sund þetta er bara íslenskt þeim, við vorum allir í sundi saman skilur Já. þannig að við þekkjum öll bushes og þú varst alltaf bara með Arabian bonfire Já, ég var bara letting it hang out there, skilur við og þannig að, þú veist ekki vera insecure með það Nei, 100% ég totally stuð það er bara, þú veist og hey, Billy Fox, ok don't get it twisted, sko hann að I do okay, I do alright I do okay for myself I do okay Við hefum þetta að bindi, eitthvað svona sexy myndi á okkur þetta er ekki nógu gott, sko Já, en þú veist, við vorum líka við plönum að hafa svona smá Ég er glad að við dressa fórum okkur aðeins upp Já, og í svona. þetta, sko, this feels pretty good, sko Verður smá svona smá rómó hérna við með bleikt ljós Já, maður, fuck, við ætlum að hafa slött á stórljósni þannig að við hefum bara verið bleikið the whole time Já. Það hefði ég lítið út eins og hérna hvað heitir hann, ekki Squidward hvað heitir bleikið gæðin hann the fucking Patrick maður Hóruð þú ekki að SpongeBob þegar þú varst yngri? Já, svolítið Hvað varst þú í? Cartoon Network eða svona Ég var meiri Cartoon Network og það var eða Disney XD Já, ok, Ben 10 Hvað heitir Jawbreaker gæðin hann Ed Eddie, holy shit Já, sko. það var fucking legendary það Ég sann á mikið Þú veist, ég hef alltaf hugsað út í þetta sko, þessi krakkar sem er núna í dag þeir mistu af bara the golden age of cartoons þegar við vorum bara bróðu mínir skilur sem eru eldri við segja saman okkur af því þeir voru með 90s crazy fucking Bert Netty allt það Já, en mér finnst þess að við fengum það alveg sko, en samt einhvern veginn, þú veist, ef ég horf á Cartoon Network núna, þá ég þekki ekkert af þessu shit sem er í gangi þú veist, ég bara, hvað er þetta? En það er líka bara þetta generational shit við heldum að við séum betri generation en hit og it just keeps going alveg svo þú veist, þegar að vera ekki að grína pappa og pappi að mér skilit, but just back in my day þú verður bara að taka sveppi og plug yourself out of the matrix get your head out of the matrix, það ekki the red pill, akkurat hvaða pillu myndir þú taka veli? Hvaða pillu myndir þú taka? Veistu, ég er smá controversial blue pill af hverju, why would you do that to yourself? Já, af hverju myndir þú ef þú ert ekki Neo, ef þú ert í raun og veru ekki gaur segir bara að þú ert sá útvaldi sem áttur að bjarga okkur ef þú ert ekki hann, why would you do that to yourself? Why would you take the chance? Þú ert ekki að fara að bjarga heiminum, þú ert bara að fara að deyja og kemur einhver Agent Smith og bara drepur þig oh man hvað er ok, loka orð þannig að við erum búin að tala við 14-year-old selves a little bit en hvað er einhver mistök sem þú myndir alveg, ok, ég myndi gera þetta svona aðeins ef ég var yngri núna, ég var að tala við yngri version af því sjálfur núna hvað myndi ég gera öðru þessu? myndir ekki sprengja hana skóla í Krít sem þú gerir það er nei en hvað myndi ég gera öðru þessu? Þú veist, ég myndi örglega ekki vera jafn smeykur á því að vera bara að tala við fólk og vera bara, þú veist og vera bara ég vera bara skrítin og weird og það er bara allt í lagi og það skiptir engu máli og það og þú veist já fuck já maður bara verður þú maður og það og þú veist markmiði að því að þú ert að fara að hitta einhverja gælu er ekki að þú veist ekki banga, heldur að hafa good time ekki banga, ekki reyna að sko plana ok, ég ætla að fara það eru sem strákar sem hugsa svona og við hefum báðir verið þar skilur, við erum ekki skárið þegar við erum bara að reyna að finna út úr þessu ok, ég ætla að fara að pika henni upp og síðan ætla við að fara að hinga og síðan ætla við að fara inn til mín og síðan ætla ég að reyna að komast í buxuna skilur, í stað bara fyrir að hafa gaman og hafa good time og svo kannski gerist það eða gerist ekki, cool og bara þið talið saman less expectations og svona ef þið talið saman þá verður þetta svona stuff fyrirfram eða whatever during, þá verður þetta miklu þægilega ég skal lofa ykkur því minnst bara að ekki og skemmtilega býta sjálf mann svona upp fyrir að
bara, þú veist, að fokka upp eða vera skrítinn eða, þú veist, hafa awkward time eða eitthvað svona Já, einmitt don't dwell on it, maður að vera allir eldri sko. Allir innan sem eru kannski að hlusta á þetta 15 og 16 og er að lendi í einhverju óþægilegu shit í grunnskóla allir með þér í bekk líka mun að hlæja á þessu saman eftir 5-10 ár í fermingamálinu eða whatever, skilur og þú veist mér finnst það akkurat, mér finnst það skemmtilegt að hittast hvernig var síðast, í fyrra eða ekki þegar við hittist nei, það var í sumar eða whatever Það eru fyrra sumar við erum öll eldri, skilur og wiser og betri og svona við erum öll hálflækir inn á podcastum, come on Það er ekki það Vili, viltu auglýsa anything viltu að fólk addir eitthvað staðar eða bara Tinder eða bara go ahead Ég bara, þú veist, já finnum mig á Tinder, ladies eða ég veit það ekki, bara það er alltaf lítið á social media kannski Snap já maður, bara, ef vilja símanum hans heyri bara í mér og kannski henda snappinu mínum bara bam hérna nei, hvað heitir snappinu? Ég setja það í description líka Þú ert með það Ég man ekki snapphandlum mitt það er hversu lítið ég held að sé annarkvæmt villi 101 eða 02 já, það er í description að ég er ekki að setja neitt að skjá what are you crazy þú ert að edita þetta hvort þið er skilur við þetta er í minnsta mál ég fyrir ætla að klippa þetta svona viku sko. þetta er bókstala textabox sem er bara í 2 sekundur skilur við hann heldur hann við hvað hann er að gera sko. þetta er alveg rétt hjá mér Takk fyrir að hlusta, þið finnið frikki.r á TikTok og Poddy Podcast á Instagram það getið finnið myndbandi sem hún að tala um á hvað er það aftur Come Gun það heitir þetta The Stag núna þú veist svona PG that shit up Checkið á Instagram fyrir því bara takk fyrir að koma og vilja, þetta var fokking gaman Takk fyrir að bjóða mér í fyrsta skipti Þetta var ekkert svo slæmt þú veist Það var ekkert svo slæmt, það var geðum I'll be back, we'll see about that